Ég vil byrja á því að þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta og horfa á Bíóblaður og mér langar til að biðja ykkur að íta á subscribe á YouTube eða follow á Spotify. Þetta hjálpar mér að stækka podcastið ennþá meira og gerir ykkur kleift að fylgjast betur með þegar nýju þættir koma út. Þessi þáttur í boði Sambíóna. Sambíón reka 5 kvikmyndahús, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 í bænum, Álabakka, Kringlunni og Egilshöll. Egilshöllin uppáhalds bíó mitt. Mér finnst bara ekkert toppa sal 1 í Sambíón með Egilshöll. Celsius Energy. Þetta sykurlaus orkudrykkur sem kemur nokkur bragðtegundum, þar á meðal Raspberry Acai sem uppáhaldsdrykkurinn minn. Í hverjum Celsius drykk 114 mg af koffíni og alls konar vítamín. Hægt að kaupa Celsius í Hagkaup og Netto. Subway, bestu bátarnir í bænum. Subway býður upp á báta, salat og vefjur og að sjálfsögðu þessar frábæru smákökur. Ég reyni að hafa með 3 í desert þegar ég er búin að borða minn upp á spát sem BMT. Ég mæla maður að kíkja á Subway ef þú ert að leita þær að góðum og ferskum mat. Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði og pop sem kemur í 2 bragðtegundum. Pipardufti og með súkkulaði venjulegu. Ég mæli með piparduftinu, það uppáhaldum mitt. Ég veit ekki hvað ég er búin að borða margar svona póka. Ég mæli með að fólk smakki Pop Smell. Þetta blanda sem klikkar ekki, súkkulaði og pop. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn. Án þeirra gæti ekki gert þetta podcast. Ég vil líka þakka ykkur og sjálfsögðu fyrir að hlusta og horfa á Bíóblaður. Endilega fylgi ég Bíóblaður á Facebook, TikTok og Instagram. Gerðu þú sjálfur þessu logoði? Nei, það reyndar ekki ég. Mér finnst það nefnilega, þetta svo grípandi út af því, þú veist, blaður, bíó, þetta svona, eins og tungan og eitthvað svona. Gæinn sem gerði það, hann heitir Anton. Hann snillingur. Þannig að smá sjátt á hann, ég ætla að hafa þetta með þettunum. Já. Smá sjátt á hann, Anton, hann bjó til logoði. Og fyrsta útgáfan logoðinu var með klippspjöldinu, sem einmitt á bollanum þínum, old school, Bíóblaðsbollanum. Svo breytti hann aðeins logoðinu fyrir þátt 100. Og mér var svo töff, það svona nútímalegt og svona clean. Klálega. Þannig að sjátt á Anton. Bara takk Anton. Anton. Þú ætlar að takka Antonu líka. Já, takk Anton. Takk fyrir að búið til. Já. Jæja Alex, við ætlum að fara í topp 10 lista. Já. En áður förum við myndirnar þínar. Þannig maður þess að ræða við nefnilega þekkjumst ekki neitt. Nei, ekki neitt. Við höfum aðeins talað saman á Instagram. Þú ert mikill kvikmyndaáhugamaður. Já. Þú ert 21. Svona í yngri kantunum með að gestin sem ég fengi. Sem partur af ég mjög spennt að tala við þig og sjá hvað myndir þú fílar. En hvaðan kemur þessi mikli kvikmyndaáhugi? Það er bara út af pappa mínum, sko. Og bara bróður mínum líka. Vist, það var alltaf bara hverjum föstudag og laugardegi, bara minnstu kosti 2 myndir á kvöldin. Þannig að, þú veist, ég er líka þannig, ég man eftir þegar við fórum niður í, þú veist, bónusvídeó, varum að leigja myndirnar. Ég er einn að fáið sem við aldrei sem mun eftir því, sko. En þú manst eftir því? Já, klárlega. Fórum niður eftir, kannski keyptum pop eða snakk eða eitthvað. Svo leiði alltaf einhverjar 2-3 myndir, sko. Það var alltaf, þú veist, svo kannski fór að skila á laugardegi, fór aftur og leiði kannski einu viðbútt. Bara svona að maður var, þú veist. Þannig að það var mikið hort á vídeo. Já, klárlega. Og alla myndir voru góðar í, sko, hjá pappa. Hann bara, já, þetta er fín mynd, fín ræma. Ég er alltaf bara, nei, hvað meinar ég? Sagði hann alltaf bara, þetta er fín mynd? Já, bara, hann var líka að sofna oftast. Ég var alltaf eini bara sem var horfandi að bróða mig. En var hann samt ekki mikill kvikmyndaáhugamaður? Eða ég bara pæli, jú, var það hans hugmynd að fara að leigja? Eða voru þið alltaf að segja við hann, pabbi, við erum að leigja fleiri myndir, horfa meira myndir? Sko, þetta byrjaði, hann fór út í nokkra mánuði og kom heim með svona stálbox, svona Collector's Edition af James Bond. Já, var þetta í töskunni? Já. Ég átti svona líka. Já, og hann bara hverju kvöldi, bara eftir hann kom heim, bara, veist, þá tókum við alltaf Dr. No, Thunderbolt, og við tókum bara alla myndirnar. Og ég var svo gaman og þegar við vorum búið með alla myndina, þá vildi alltaf áfram. Ég sérstaklega. Og við bara, pappa alltaf, já, förum við niður í bónusvídeó, náum bara vídeó. Og það var bara, þú veist, það var bara einhverjar skemmtilega myndir. Hvað ertu cirka gaman þannig? Sko, alltaf sé ekki, það er engin dal kveikmyndunum af þessum hana. Þannig að þetta er kannski svona 2004 sem kemur heim, og ég er kannski svona 6 ára. 6-7. Já. Og þannig að mamma, sorry, ég horfði á alltaf þeirra spannmyndir. Sleppur alveg. Er það ekki? Jú, ég líka bara, þetta eru myndina sem bara svona mótuðu mig einhvern veginn. Þetta er myndina okkur ég, vildi, fara í kvikmyndaskólan og vildi læra og... Var það Bond? Já, Bond og líka bara svona, þú veist,
bara horfa á mismunandi vídeo, ekki beint myndi kannski, en horfa bara á stuppmyndir og, eitthvað svona, horfa bara á YouTube og... Ertu búin að sjá alla bondmyndina, sem sagt? Ég er búin að sjá alla bondmyndina. Maður skal ekki eftir þeim. Ég reyna að muna eftir öllum, en ég man ekki eftir öllum, sko. Ertu búin að sjá nýjastu? Já, búin að sjá nýjastu. No Time to Die? Já. Hvernig er það? Sko, ég fíla ekki að þeir bara offu James Bond. Spoiler. Já, spoiler, sorry. Fyrir No Time to Die. Já. En, myndina hans Stanley Craig er búin að vera góð, léleg, eða svona, það er alltaf þessi. Ég, sko, fyrst af James Bond sem ég fór í bíó er Skyfall. Og það var fyrsta mynd sem ég fór með pappa í bíó. Þannig að það sé alla myndinar og sjá svo Skyfall í bíó með honum, og klikkumynd líka, sammyndið svona bara, eftir American Beauty og alltaf þessa myndir, bara kom þessi mynd. Og þetta er mynd sem var bara svona, ég bara, wow, bara lægið. Og líka ég fíla alltaf, þótt að, pappi veldi alltaf spóla, þá fíla ég alltaf þetta, lögin, Madonna. Já, þess að tala intro-örun eða svona title sequence í byrjunni. Já, eitthvað svona hann eitthvað dettandi. Það er cool, maður. Er mjög cool. Og bara svona, maður sér ekki lengur í dag. Ef þetta er í dag, þá er þetta bara yfir myndina. Það er bara liður hortni, bara directed by eitthvað. Spínu leðilegt, þetta var svona ákveðin list. Já, ákveðin list líka og líka bara, þetta var svo nýtt út af þetta er special effects, einhvern veginn. Það er enginn að leikstýris, eða þú veist, það nema kannski bara leikstjóri vill fá bara, ég vil fá hennan póker-chipið inn í mynd hérna, en svo er þetta bara einhver listamaður sem er bara búið til. Einmitt sem hannar þetta, þú þarft að hafa eitthvað, þú þarft að hafa sköpunar gáfu til þess að búa svona til. Þú hendur sér bara einhverju tölvu og útkemur eitthvað intro. Nei, og þú veist, oft líka er þetta bara svona klippur á myndinni sem eru gerðar tölvugerðar. Þú veist, þetta er kannski, eins og ég man eftir í Skyfall, þetta var svona eða var Spectre kannski, sem var svona speilmyndir og eitthvað, ég man það ekki. Nei, og þá, þú veist, það er svo gaman að sjá, það var ekkert partur af myndinni, en það var svona nokkur skot úr myndinni sem voru refleksjón af nýri tímar, sko, með tölvum, en þessu gamla daga, þú veist, þarna var þetta bara, þú veist, ég man ekki alveg hvaða lög voru, þannig að en að sjá svona, þú veist, eins og þetta er bara flottara. Já, þetta er bara svona list, einhvern veginn sem er bara partur af myndinni. Þetta er bara svona lítil stuppmynd inn í myndinni. Þetta er líka partur af Bond. Já. Þú veist, það er ýmislegt sem er partur af Bond, eins og til dæmis hver syngur lagið. Það verður eitthvað Bond-lag, eins með introið. Ef þú bara sleppa því, mér finnst bara vant eitthvað. Já, algjörlega. Og líka þetta bara svona að myndi byrja eitthvað spennandi, eins og ég man alltaf eftir í GoldenEye. Þeir eru upp á hana... Það gerur þetta drasslunum hana? Nei, stíplunni. Já. Hann og Sean Penn. Já. Og þeir hlaup... Nei, ekki Sean Penn, þetta er Sean Bean. Já. Og þeir hlaupa hana niður og eru eitthvað svona og svo bara cuttar yfir þetta. Þú veist, þeir eru búið að gerast eitthvað hana og var búin að... Ég þú þannig byrjun á því. Já. Það er svo gaman þegar þú sér svona, við erum búin að fá James Bond, nú fáum við title sequence, nú fáum við bara allan pakkan. Þetta er James Bond, þetta er myndin. Og svo bara, ekki svo gaman svo, þegar hún búin að horfa myndinni sinni, horfa svo aftur á þetta, það er fullt inn í þessu sem bendir til hvað er gerst í myndinni. Já, sem þú kannski fattar ekki út á hana fyrst. Þegar maður svo horfa hann aftur og bara svona, já, sprengingin, já, veist, þannig að það er svo gaman að horfa aftur og bara svona, þeir eru svona, láta mann halda að þetta mjög koma. En er Bond ennþá töff, þessi karakter? Já. Er þetta ekkert úr úreld? Nei. Ég held samt smá, þetta er orðið svo mikið stúdíómynd. Þetta er eins og í gamla þetta, þú veist, þetta var bara Dr. No, Sean Connery í sínu bara heitasti maður alltaf tíma á þessu tíma og hann var bara, það var algægin og það var bara svona, þetta var myndin bara, og sama þegar hann Roger Moore og hvað heitir hinn hann sem var eina mynd? George Lazenby og svo hann Timothy Dalton. Þegar þeir svona, þú veist, þessa myndir eru svona svolítið, finnst mér iconic í það að þetta er ekki lengur stúdíómyndir þar. MGM náttúrulega gerði svolítið, en þetta var meira direktorinn og listin. Svo kom Pierce Brosnan, þá var þetta meira svolítið svona sprengingar og svolítið svona stórt. Svo kom Daniel Craig, gerði hana myndina Quantum of Solace og Casino Royale. Mér finnst þær æðislegar, Casino Royale, ekki Quantum of Solace. Sammála. Já. Og það er einhvern veginn svona, svo byrjar þetta spærala í svona Skyfall, svona náði því, hún var mjög góð mynd, og svo Spectre, og síðan No Time to Die. Mér finnst Spectre og No Time to Die, það eru svolítið mikið svona stúdíó bara myndir. Er þetta of mikið svona corporate, Hollywood, maskína eitthvað? Já, klálega. Ertu svona spenntur fyrir að Bond haldi áfram? Já. Segjum að séu 5 ár í næstu Bondmynd, kemur eitthvað nýr Bond og kemur ný Bondmynd. Ertu spenntur eða þarftu að sjá
Hver leikstjórinn, hver leikur Bond, eða nafnið nóg fyrir þig, bara karakter? Já, ég alveg, þú veist, James Bond karakter náttúrulega svolítið svona partur af mínu, þú veist, svona kvikmynd áhuga sviði, sko. Eða svona, hvernig ég horfði á myndir og, þú veist, hann svolítið mikið svona bara ferli. Ólst upp það? Já, klálega. Og, henni, já, nafnið mun alltaf grífa mig, sama hvað, en ég var til að sjá James Bond eftir 6 ár. Við fengum núna þessu ári, ég var til, eða, síðasta. Já, síðasta ári, 2021. Mér langar að fá hann svona 6 ár. Já, hvíli dagins. Hvíla. Sammála. Og ég fekk svolítið svipa með Batman þegar ég fór hann núna. Við fengum Ben Affleck fyrir hvað, þú veist. Það er ekki það hans, já. Nei, 2 árum í Zack Snyder og 5 ár fyrir hann. Og bara ár síðan að Snyder Cut kom út til dæmis. Já, til dæmis, já. Ef Batman sem kom út núna, Robert Pattinson, hefur komið út eftir kannski 5 ár, það hefur verið risamynd. Og það þú fengir bara svona, vá, Batman, þú veist bara, þetta er Batman mynd. En út af maður er svona nýbúin að sjá, þú veist, Ben Affleck og þessa myndi sem hann var í, þá er maður svona, já, Batman, já. Ok, hvað er næst? Þú veist, bara svona... Fannst þetta ekki spennandi? Jú, mér finnst það geggjum mynd. Ekki, þú veist, bara, mér finnst það æðisleg. En... Þú vilt hvíla? Ég vil hvíla. Þú veist, ég vil svona leyfa, þú veist, hinum að anda eins. Þú veist, hvað var leiða milli... Sammála. Þú veist, hvað kom... hvenær kom Dark Knight Rises út? 2012. Já. Svo kom... Svo líða... Man of Steel náttúrulega kemur fyrst. Sko, Batman vs. Superman. Hún 2016, eða ekki? Jú. Þannig að það eru hvað 4 ár sem fáum. Eða þess að það eru 4 ár þar sem er hvíla Batman. Já. Ég held að það mætti alveg lengur. Mér finnst Ben Affleck frábær Batman. Þetta var ekki honum að kenna að þetta klikkaði? Nei, alls ekki. Ég hef vel að sjá hann þessari mynd. Þú veist að Robert Pattinson var frábær. Það vil ég sjá Ben Affleck í myndinni, sko. Affleck átti alveg skilið sína sólómynd. Já. Og ég menna og sér bara eins og þótt að Suicide Squad var léleg, þá var David Ayer, ég held að hann hefur verið perfekt leikstjóri fyrir Batman. Hvernig hann sett hann í myndina hjá Suicide Squad. Hann var svona, þú veist, ég veit ekki hvernig maður getur útskipt, hann var bara svo perfekt, svona End of the Watch líka, þú veist, svona tempómynd og ef maður svona, ég veit ekki, hann er bara perfekt leikstjóri út af Suicide Squad myndinni. Hann er líka gritt, hann er mjög gritt í leikstjóri. Já. Og var margir sem reyna að gera mitt gritt í Batman. Þannig það hefði verið forvöldnilegt að sjá það. Ef Ayer hefði gert Batman-mynd. Já. En ég bara vildi fá Affleck að skrifa og leikstjóri sinni eigin Batman-mynd. Það var planið. Matt Reeves las handritið. Já. Vissur þú það? Já, hann náttúrulega, hann ákvað út af einhverjum persónal ástæðum. Hann bara Affleck að eitthvað svona dett út og ákvað ekki að leikstjóra. Allt mikið í gangi á hann persónulega. Hún leið bara ekki vel, díla á alkoholisma og díla á skilnað. Já, hún í hættu mynd Jennifer Garner. Hvað sér þú? Hún í hættu mynd Jennifer Garner. Ég er að segja það, þú veist, það var svo mikið í gangi í honum. Já. Og ég held bara að, sko, ef hann hefur bara verið að leika myndinni, þá er hún góð. Ef Matt Reeves hefur verið að gera hana, sko. Já, hefði þú verið frekar til að sjá Matt Reeves leikstjóra sinni Batman með Affleck? Já. Halda áfram með þann Batman? Já. Já, þú hefði viljað það? Já. Þótt að mér Robert Pattinson frábæri nýja myndinni. Fyrst þegar ég horfði á Batman-myndina, þá var ég smá svona, það er eitthvað hana. En ég vildi sjá Bruce Wayne myndinni. Batman, Christopher Nolan myndina, náði Bruce Wayne svo vel. Saman eins og Ben Affleck, þegar hann svona, þessi playboy, flottu gæi. En hann tóku svolítið nýtt spinn á, í Batman, The Batman myndinni. Robert Pattinson leikur svolítið svona goth Batman, bara lætur ekki sjá sig. Með svona gott dítil í myndinni, þegar hann er að tala við Alfred og er svona að tala við hann og horfir svona upp í gluggan og svona tekur sólgrunn upp og setur á sig. Það lýsir bara, hann er bara alltaf vakandi og þolir ekki sólina. Með svona geggjað svona dítil í myndinni. Mér finnst það líka. En já, ég veit ekki, mér saknaði bara Bruce Wayne. Það er sem svona... Ég held bara að við fáum að sjá meira á hann næst. Já. Ég held að... Mér finnst það cool, sko, í nýju myndinni hvernig er, sko, hann segir, þú setur grímun á þig, þá getur þú verið sannur þú. Já, hann segir það. Og það er líka, ég skil mjög vel okkur ég fór þessa leið, þegar þarna fara að sjá, Batman og Bruce Wayne, en samt Bruce Wayne segir Batman einhvern veginn, svona, þú veist, þeir eru að blanda og líka þeir blanda Thomas Wayne og Martha inn í þetta. En það er alltaf verið spurning, líka bara þessi Tennantssonum, bara hvor er hann? Er hann Batman eða er hann Bruce Wayne? Hvort er hann frekar? Og leikstjóri hefur verið að leika sér líka að bara, hvort er hann? Eins og í þessari mynd, þá er klart mál að hann er Batman. Já. Hvort er gríman? Er það Bruce Wayne eða er það Batman? Já. Skilur, mér finnst alveg töff að þeir aðeins kanna það, leikur svo aðeins með það í þessari, meir en hinar, að því að Pattinson er bara alltaf í búnunum í þessari. Ég elskaði það. Þetta var svo mikil Batman-saga.
Já, mér finnst það bara, þegar þú vilt Batman mynd, þá segir ég horfa þessa mynd. En þegar þú vilt svona mix af Bruce Wayne og Batman, þá horfur á, þú veist, Nolan myndinar. Já, klálega. Og þá líka bara, þú veist, mér er svo cool, ég er nýbúin að horfa á Dark Knight og það er svo cool í myndinni þegar hann segir við hann, so what's my alibi? Og þá er það bara, já, þú veist, þá var hann franski ballettin og tókur hann bara allan að burtu. Og það var detail sem var svo cool að hann er líka hugsa bara að þeir sé ekki alltaf pæli að Bruce Wayne sé Batman, hann er þarna og mér finnst það svo cool að, þú veist, hann er náttúrulega líka svo klár og þeir sýndu það líka mjög vel í nýjumyndinni. Algjörlega. Blanda Riddler og þeim saman. Mér finnst það líka alveg töff í nýjumyndinni, við fengum að sjá aðeins svona detective útgáfa af Batman. Að við höfum ekkert fengið að sjá það með í myndunum. Þetta er ofta svona bara pjúra hasar. Já, mér finnst líka svo cool að, þú veist, þeir svona leikuðu sér með svona Zodiac-dót, þú veist, hann var að decrypta hana og þú veist, þá kom Drive í skjánum, spoiler fyrir Batman. Svolítið seint núna. Einskotað þessi búin að sjá myndina. En já, þannig að, og svo, þú veist, þá með Thumb, Thumb, Drive og svona, þú veist, eitthvað svona. Og það Riddler myndi gera þetta, þú veist, samkvæmt teiknumyndsfjónu, sko. Og mér langar líka að lesa hann sem Paul Dano gerði, hann er nýbúin að gefa út comic. Er hann búin að gefa hana út, en ekki bara búin að segja að hann ætla að skrifa hana? Er hann ekki búin að gefa hann út? Ég held hann eitthvað Year One eða eitthvað, Year 1000, eitthvað, ég man ekki hvað hann heitir. Já, Riddler Year One held ég. Já. Mér langar mjög mikið að lesa hana. Bara spenntur að, bara ef hún er ekki komin út, þá lesa hana, sko. Ég held þessi ekki komin út. Men það getur verið. Takk fyrir röglum mér. Já, líka mér, sko. Við erum ekki vissir. Nei. Ég held þessi ekki komin. Ég held bara að þeir hafi tilkynnt það að Dano ætla að skrifa Riddler til myndu og ég held að myndun heiti Just Year One. En hún sé ekki komin út. Nei, ég geti verið að ruggla, sko. Áhugast samt að Dano ætla að skrifa hann sjálfur. Já, og líka maður hefur lesið og hort á myndbönd við, þú veist, hjá honum viðtöl við hann. Hann lifði sér orðið mikið inn í karakterinu, sko. Hann var að segja að hann setti sjálfur á sig, þú veist, svona saran wrap til að... Já, sem hann er með í rauninni. Já, og líka, veist, á hendun hans, og það hann vildi ekki skilja eftir, þú veist, Riddler myndi ekki vilja skilja eftir fingrafön sín. Já, svona. Veist, hann er náttúrulega mjög mikil method leikari, sko. Hann fór mjög mikið inn í karakter. Hvernig fannst þér hann í þessari mynd? Æðislegur. Ég bara... Betur en Heath Ledger sem Joker? Wow. Langt frá. Ég hef viljað sjá bara, veist, við fáum svo mikið af Heath Ledger sem Jokerinn. Já. Við fengum hann ekki, veist, hann var svolítið mikið bara skjá. Það er enda rétt. Og ég hef viljað sjá meira bara af Paul Dano sem Riddlerinn, sko. Já, í staðan fyrir þessu mörg vídeo sem eru í myndinni. Já, veist, hann er bara eitthvað einhver síma, veist, það er bara svona... Það er ekki eins. Nei, alls ekki. Og þegar við fengum Heath Ledger, hann er svo mikið, hann er senan í allir myndanum. Þú veist, bara þegar eins og bara Commissioner Gordon verður á Wardware Commissioner. Hann klappar hæst, hann er gæinn, þótt að Gordon var að fá Commissioner. Hann er bara gæinn í herbygginu, horfir svona á hann og er að stelur öllum senum. Já, bara, þú veist. Ef þú tækir Heath Ledger úr Dark Knight, ef þú tækir bara Joker, sem það hefur einhver annar villen og þú er ekki fengið Ledger og þú er ekki fengið svo svakalega framistöðu. Heldur að fólk var ennþá að tala um Dark Knight? Ég best að spyrja, hversu stór partur er Ledger af myndinu? Sko, mér finnst hann svo stór, en mér finnst hann svolítið svona skyggja yfir alla hina. Og þetta er svo rosalegt kast af myndinni. Mér finnst til dæmis, hvað heit hann, Aaron Eckhart. Mér finnst hann frábær í myndinni, en Heath Ledger svona kemur svolítið yfir hann. Mér finnst það svolítið svo saman eins og með Maggie Gyllenhaal. Hún er æðislega í myndinni líka. Þegar hún er hana sitjandi og er volið í tunnum í kringu sig, þá er hún með svaka dialóg og mér finnst það svo falla í skuggan á Jokerinn. Já, hann gleipir allt einhvern veginn. Hann gleipir allt og ég skilða alveg, í öllum senunum sem hann er í, hann er karakterinn í senunni, skilur við. Já. Og stelur allum senunum sem hann er í. Ég minnst af ekkert skrítið að... Þú veist, er þetta sterk mynd fyrir utan Joker? Er þetta spennandi saga? Já. Er þetta bara Jokerinn eða myndi hún alveg lifa af þú tækja hann á myndinni? Já, ég held það. Nei, ég held það líka. Þetta er góð mynd. Frábær mynd. Ég hef vel að sjá til þess Hush. Mér finnst Hush skemmtilegu karakter. Sérstaklega í, þú veist, teiknumyndasjónum. Hefur þú lesið mikið teiknumyndasjónum Batman? Já, bæði. Ég er meira náttúrulega Marvel-gæði, sko. Ég er svo mikill Marvel-nörd. Alex, maður, ég er að tjóka. Þú ert meiri Marvel-gæði? Ég er meiri Marvel-gæði, sko. Ok. Og þegar ég var að gera listan, þá mitt svona
tók ég svolítið svona skref tilbaka, ég ætla ekki að setja eitthvað Marvel-mynd undir. En ég meina, ef það uppáhaldsmyndirnar, þá var það bara uppáhaldsmyndirnar. Já, mér finnst það skemmtilegar. Já. Þú veist, maður getur gleymt sér, svona, það eru svona, þú veist. Ok, þá verður aðeins Mikið að spjallum aðeins um Marvel. Já. Þetta MCU-dæmi. Mhm. En það hljómar að sé kannski ekki endilega rosalega margar á top 10 listanum. Er það rétt hjá mér? Er það rétt álíkt hjá mér? Ég get sagt það bara núna, myndin sem voru að tala Dark Knight, hún í 10. Ok, hún í 10. Hún í 10. Ok, þannig við erum svona semi-byrjaðir á top 10. Já, ég voru að byrja að tala svo mikið um Batman, ég ætla bara að segja, en mála var, og þessi, sko, Dark Knight Rises var alltaf uppáhaldsbátmyndin mín. Ok. Þá getur ég sjá nýju Batman, ég svona, ok, nú er tími til að horfa aftur á Batman. Býtu, hvað sagði, var Rises uppáhaldsmyndi? Já. Ok. Og þegar ég sá hann í bíó, ég sá ekki Dark Knight í bíó. Já, nei, þú ert 7 ára. Ég var 7 ára þegar hún kemur út Dark Knight, en ég var hvað, 11-12 þegar hún Dark Knight kemur Rises. Já. Og ég fer á hana með hana, bara bróðum mínum í bíó. Það er bara svona, bara byrjun aftur henni mynd, bara flugvélatriðið, þetta er svona, ég aldrei sé þetta áður. Ég er bara svona, wow, bara, þú veist, eitthvað svona stórt. Og það er sem greip mér svo vel og verið með mér í gegnum bara, þú veist, bara kveikmynda árin eða eitthvað svona, það eru myndir. Og svo fór ég á The Batman bíó og ég bara svona, ok, nú er tími til að þessa, þú veist, nú er myndað skoðan þessari mynd, það horfa aftur á Nolan-myndinar. Og ég gerði það og ég, svona, Dark Knight bara svona greip mér svo miklu meira eftir en Rises. Og þegar ég horfa svona aftur, ég bara svona... Veitu, hvernig var þess að, sástu Dark Knight, þú sást það síðan í bíó, Dark Knight Rises? Þá varst, þú veist, væntanlega búin að sjá þá Begins og Dark Knight. Nei, ég var ekki að sjá hana. Þannig að þegar þú sér Dark Knight Rises, er það bara alveg, það er fyrsta Nolan-mynd sem þú sérð af þessum Batman-myndum. Já, þú sérð síðan eftir á Begins og Dark Knight. Já, ok, ég held kannski að þú sé heima Dark Knight eða eitthvað. Nefnilega ekki. Já, ok. Við fórum bara Rises í bíó. Og ég bara, wow, þetta er bíómynd einhvern veginn. Ég fekk svolítið svona, hann var eitthvað svo flottur karakter, þú veist. Bane. Já, og Batman. Ég hef alltaf hort á svona overhættismyndir svona svakalega episkar. Ég hef alltaf sé kannski Iron Man og eitthvað svona. Það var svona skemmtilega myndir, Robert Downey Jr. og svona. En þessi mynd, minnst það voru svo stór, skilur við. Þú finnur, þú ert í bíósalnum, þetta er stór mynd, skilur við. Þetta er episk mynd. Já, þú finnur bara, já, þetta er alvöru, flugvél. Þetta er, þótt að kannski fight choreography í myndinni er ekkert alveg þessi besta, en hún er samt svo, hún er svo stór. Flott mynd. Já, mjög flott. Og ég ætlum þess að því að mér sko, eftir ég horfði núna á Nolan-myndina aftur, það veist mér Dark Knight bara best. Bara þeir eru bara horfðin aftur með... Þú veist betur en The Batman? Já. Ok. Mér finnst það. Alveg miklu betri? Nei, alls ekki. Þetta er svo ólíka myndir líka. Já, það er rétt. Þú veist, hinn er svona, þarna fær líka Gotham í The Batman. Þú fær Gotham sem þú vildir svona fá, eins og þú pælir í með Nolan-myndinar. Þú ert svolítið mikið bara með þetta, eins og Chicago. Þú ert bara, hún er svona mikið ljós, mikið af byggingum, mikið bara einhvern veginn svona, þú veist þetta er stórborg, þú veist það er alltaf læg. Það er ekkert mikið af svona eins og í The Batman, þú finnur ekki svona The Grudge, The slímu eða hverfin og svo viltu ekki búa að það. Nei, í The Batman, en svona í, hinu. Það er bara stórborg. Já, maður stórborg og stór skrifstum Harvey Dent var í, maður sá bara, hann var með bara eitthvað kaffiballa sinn og bækuna sínar, maður bara svona með flott útsýni, maður bara svona, þetta er ekkert. Þetta er bara svo búið í New York. Já, og ég, nokkur stundin svona nokkri krimmar eitthvað svona allt. Nei, Batman sína það, Harvey Dent, ég bara, svona, en maður fann það í Gotham, það var allir hættir. Og allir í svona slímu, einhvern veginn svona hverfi. Ógeðslegur staður. Já, og það var gott það sem ég langaði í, sko. Ég var alveg til að, að maður gæti svona pikkað út myndunum svona og búa bara til The Batman. Bara svona ultimate Batman mynd. Já, ultimate Batman mynd. En já, mér finnst The Batman frábær, en Dark Knight er meira svona, það er eitthvað sem grípum manni svo vel að maður horfa á hana. Ertu þess að þú horfðir hort aftur á þær, Nolan-myndirnar, horfðir á alla fyrst ekkert löngu síðan? Eða var það bara Dark Knight? Nei, það var Begins, Dark Knight, Rises. Sem horfður á fyrir ekkert svo lengur síðan? Já. Horfður á þær eftir þú sástu The Batman? Já. Ok, þá ætlum ég að spyrja einu, því ég er ekki búin að horfa á þær aftur eftir ég sá Batman. Sérst 9. Mér finnst röddin hans Pattinson svo góð. Já. Það á mögulega eftir að bugga mig þegar ég horfa á Bale, því hann er svo svakalega mikið svona. Já. Öfissu. Já, svona, og svona, maður heyrir líka, hann er svo mikið að reyna. Já, en hvernig er það eftir þú sást og heyrðir í Pattinson? Fannst þér hann ekki flott? Jú, röddin hans var heldur góð. Já, og þegar hann er, bara þegar hann er að tala í byrjun myndir hennar, I am the night, bara eitthvað svona, og er að segja, I am vengeance og eitthvað svona,
það mögulega bara besta rödd sem þú getur fundið fyrir Batman. Ég hef aldrei pælt í þannig, sko. En hvernig fannst þér Bale þá eftir þú sást Pattinson og heyrðir henni hvað var mögulega hægt að gera? Það Bale ekkert svolítið svona... Jú, og búningurinn. Búningur fyrir rosa mikið taugun á mig, sko. Í öllum? Og öllum Nolan-myndunum? Nei, Begins. Annar í Begins og svo annar í Dark Knight. Sko, Begins var mér cool. Ég átti líka fíguru sem var Begins dúkkan. Fílaði, búningins hans í því. En máli var þegar, sko, eins og þegar hann að tala Bale, þú veist svona, hann svona, gríman svona einhvern veginn. En Pattinson er meira svona. Já. Hann tekur svo mikið svona, Bale er svo lítið gat. Já, og þetta er bara svona, eins og Homer Simpson skeggið á honum eitthvað svona, þetta er bara svona, En Pattinson meðast búningan svo flottur einhvern veginn, hann fór, kannski líka bara hann er svo byggður eitthvað vel fyrir hlutverki. Fannst þér búningan hans Pattinson flottar en Bale búningur í Dark Knight? Já, en mér er samt, mér er alltaf bara klassískinn og Keaton með flottasta búningin, sko. Aha, Já. Alveg bara í fyrstu myndinni? Já. Ég veit ekki, það er eitthvað svo sjarmandi við fyrstu myndina, hún er kannski eins... Ég elska hana. Já, hún er frábær. En það er svo mikið, eitthvað svo mikið, þessi hreyfing alltaf... Fílar það? Já, það er líka svona... En hann gæti alltaf ekki snúið höst. Nei, maður svona... Og svo þegar hann tók af sig grímuna einu aðri, ég var að gera í Tons. Jú. Og hún rifnaði öll, ég hugsaði líka bara svona, hvað... Akkur rifnar hún? Er það eitthvað drast? Já, ég veist bara, akkur þetta eitthvað plastbóki sem var svona, hita á þig, eða svona hvað? Það er mjög svo skrítið, hvernig fer hann úr þess annars? Er hann bara eitthvað svona, og sem bara svona fer þetta af honum einhvern veginn. En mér finnst þessi bara búningur, mér finnst það mest iconic einhvern veginn. Já. Rauð, þannig gula logoið, bara, það er eitthvað við það. Það er grjótart. Já, og það er, smá litur inn í, logoið, er svo gaman líka. Ég finnst þér leiðilegt að búningunum allir bara svona grári allir svartur. Viltu hafa smá svona... Það hafa með gult belti líka. Já, ég skilða eins og nýja myndinni. Akkur hann allir svartur, hann er skugginn, skilur við. En mér finnst það cool eins og hinum myndunum. Það er svona öðruvísi, það er svona meira svona... Maður sér 80s í nýja myndinum, skilur við. En, já, ég skil eins og með Ben Affleck líka. Það var í svona gráum búning. Það var alveg comic book. Já, mér finnst það geggja búningu líka. En mér finnst logoið, það var svo stórt. Já, það var svona bölki. Já, bölki. Já, breytt einhvern veginn. Já, og svona, þetta var bara eins og, leðurblaka sem var bara jælt og mikið. Sem var bara svona á honum. Ég veit ekki alveg hvernig maður getur útskiptað best. Og þetta leðurblakan í Pattinson, hún er svo flott, hún er svo ókvikjandi. Og pælir í, og hún er bara svona, hún er svona hnífar. En hún er samt með, hann er alltaf þetta er hnífur. Já. Ég finnst það svo cool, Bat-symbolið. Ég finnst það flottast hjá Pattinson. Bara ef við tökum bara Batman-merki. Svona, já. Í læginu leðurblakan. Já, eða Keaton, sko. Það er svona, mér finnst það meira svona iconic einhvern veginn. Það er iconic, maður. Þegar ég hugsa Batman að hugsa ég Keaton, búningin, skilur við. Ertu þá spenntur að sjá hann í Flash-myndinni? Nei. Akkur ekki? Ég er bara eftir No Way Home, þá erum við svona, ok, nostalgían er full, bara ég er komin nóg. Sérstaklega eftir bara, mér leið bara eins og eftir bara No Way Home, ég leið bara eins og Pattinson bara þannig að spauta adrenalín í sig, ég bara, svo bara er ég þá að róa mig, sko. Mér finnst gaman, það vantar bara svo nýjum hugmyndum. Já, viltu ekki eitthvað nýtt? Jú, og líka bara, ég er til í góð Flash-mynd. Mér finnst þetta góð hugmynd, ef þetta er Flash 3, eins og Spider-Man, skilur við. Alltaf er Spider-Man svolítið partur af einhverju stóru. En Flash 3 hefur kannski verið cool ef hann hefur búin að uppgöta sinni krafta. Og það er, mér finnst við þurfum Flash-mynd sem hann er svona að finna sig sjálfur. Það við vitum ekki hvernig overage hann er. Fyrir utan bara í gegnum Justice League. Viltu svolítið fá origin sögum Flash? Ertu að tala um það? Eða ertu bara að tala um sólómynd? Sólómynd, sko. Það er ekki að tróða öðrum eitthvað Nei, og eitthvað svona, eitthvað, variant af Flash, eitthvað sem hann er að leika með, eitthvað svona dót. Þetta er ekki maður að sjá myndina sem hann er með, Ezra Miller er með sínu sjálfur. Maður er bara svona, nefnum bara að gefa Ezra Miller tækifæri til að gera góða sólómynd. Þeir eru að fara sömu leið og Batman, sko. Þú ert að tróða öðrum inn í, og þetta er svo, ég veit ekki, þetta er svo, við erum bara svona yfirgnæfa, overage-una. Hvað er bara með góða sögu? Já, og ég meina, þú getur gert góða sögu með overage-myndum. Það er búin að sanna sig. Algjörlega. En mér finnst það bara eins og Marvel eftir, sko, ég misti svolítið svona, eftir ég bara horfa aftur. Eftir, hvað var það ekki, Civil War.
þá er búin að fara svolítið dala niður þegar kemur að sögu. Mér finnst Infinity War bara svona taka þetta á annar level, hún góð saga og endar skemmtilega að öðruvísi og það svona mynd sem að, þú veist, Civil War, hún góð saga, þú veist, við fáum að vita af hverju Simo er að gera þetta og allt svona. Þannig að eftir Civil War fannst mér svolítið falla svolítið niður, þótt að þær eru allar skemmtilegar, þær eru allar með svona smá húmor og eitthvað svona. Er Marvel mynd á listanum? Ekki segja hvaða sæti og ekki segja hvaða mynd það er, Nei. Það er engin Marvel mynd. Það var í staðin fyrir Dark Knight. Ok, en þá ætlum ég að spyrja, hvað mynd það? Infinity War. Er það besta Marvel myndin? Sko, að mínum þetta já, en ég veit að besta Marvel myndin er Endgame. Það er, þú veist, öllu finnast það, finnst mér sem ég tala við. Viltu meina það að Endgame sem betur en Infinity War? Nei, ég veist það ekki, en það sem ég, veist, svona af fólki öllum sem ég tala við, það er allir bara, Endgame besta. Ég er bara Infinity War. Það hún er svo... Hún er skemmtlegri. Já, mér finnst Endgame líka vera nostalgía. Þú pælir í því. Þeir eru að fara aftur í fyrstu myndina. Þar byrja þetta. Þú veist, þeir eru að fara tilbaka. Muni eftir New York bara það. Já, hérna er hann, bara hölksmess, bara hérna hann pirraður. Og þetta var smá svona, ég veit ekki, ég fílaði alveg. Grunk. Já, mér var gaman á henni. Ég fór í bíó og Luxus, bara á frumsýningadegi. Ég er skemmt með stórkostlega. Já, hún er skemmtileg. En þarna byrjaði nostalgían, sko. Já, það er bara svo, þetta er svo ódýrt. Já, og þetta er svo cheap way út. Þú getur gert svo góða sögu, þú veist, þegar þú getur gert svo miklu betri svona Avengers sögu eða bara sleppt að hafa eitthvað svona time travel. Þú veist, saman sem multiverse. Þetta er skemmtileg pæling, en þetta er svo ógeðslega mikil málmöguleikar og þú ert bara basically búin að vera time travel. Þetta er svona, þú getur ekkert skrifað í kringum þetta. Og þetta er bara svona, já, hann fór þangað en hann tala við sig sjálfan. Þetta er svo fín lína. Þetta er svo fín lína að þú getur auðvitað klúra þessu. Já. Mér Back to the Future gert það vel. Það er eina time travel myndin sem við svona ná þessu vel, finnst mér. Ég meina, time travel myndir bara yfir höfuð, það gangar alltaf ekkert upp. Það er alltaf eitthvað þversögn í þessu, skilur við. Já. Time travel þetta er ekki hægt. Nei. Og þetta myndi aldrei ganga upp. Þannig að maður þarf alltaf að leyfa yfir svona, ég skal svona aðeins leyfa ykkur að komast upp með þetta. Og jú, það er misjant eftir hvað mynd þú horfur á, hvort þetta meiki, ég vil ekki segja meiki sense, eins og Back to the Future finnst mér til dæmis, það er betri mynd heldur en til dæmis Endgame. Já, hún betri mynd, já, ég er alveg sammála þér í. En Endgame líka, leiðin sem fóru fyrst, eitthvað þeir voru að fara á plánutur hans Thanos, voru alltaf svona að, nátt steinunum tilbaka, mér finnst það cool. Já, það tala í Infinity War. Var það ekki Infinity? Nei, Endgame, byrjun Endgame, þegar, Já, byrjun. Já, þeir kemur tilbaka með Tony Stark. Já. Og þau eru svona að plana hvað það ætla að gera. Mér finnst það cool. Mér finnst það svo góð hugmynd eitthvað sem þau ætla að fara og, let's kick this ass. Mér finnst það kekja líka. Já, og það var svo cool að þessi að fara svona Avengers, þeir eru að fara... Hefna. Já, hefna fyrir alla. Og svo koma þau, hann er bara, ég bara eyðaði steinuna. Maður bara svona, hvað eru núna að gera? Svo lega 5 ár. Sem mér finnst þetta cool líka. Já, mér finnst það cool. Mér finnst þeir litu svona smá tíma líða, leyfa þeim svona að settla og mér finnst það svona, time travel er svo þunn lína, eitthvað svona multiverse, Hank Pym, eitthvað svona Pym particle, City þar, eitthvað sem farið gegnum tíman og maður var bara svona, ok, hvað er Infinity War, skilur við? Hvað er Infinity War fyrir Endgame, ég veit það ekki, mér finnst það allt öðruvísi mynd, þetta var framhaldsmynd, bara að koma árið setna eða eitthvað og, mér finnst Infinity War bara svona vera svo stór með við hina og það hún var svo episk og góð saga, góðkunnin og að tengja svona allt. Svo fór þetta bara einhvern veginn í Endgame bara eitthvað svona í það þeir eru að fara heimsækja, fara eftir New York 2012 og eru að ná í steina þar, fá okkar lánað, svo fer hann tilbaka og er að skila þeim. Ég var svona, það hlýtur á önnur saga sem þú getur farið, skilur. Þú hlýtur að vera eitthvað svona, þeir, ég veit ekki, þetta er svona, þá ertu að hugsa allt aftur tilbaka, bara... En er ekki eins og líka svolítið töff við Infinity War, þú pælir í að þetta er sagan hans Thanos? Jú, hann er bara aðalkarakter. Hann er aðalkarakter í myndinni. Og þú getur alveg sleppt ykkur Endgame. Já. Og Infinity War endar svona endar. Thanos vann. Já. Og þá er líka bara, þá ertu líka ekki með, þá ertu ekki að fá þessa sömu, þá ertu búið bara með þessa karaktera. Þá var hann bara láta drepa, karakterina sem voru þessi OG, Avengers og eitthvað svona. Og leyfa þá bara, nýjum að koma. Eða við erum að fara að halda öllum þessi karakterina þá inni og láta nýja koma, þá er bara að koma með bara eitthvað svona 200 overture á einum bretti.
hvað ætlaðu að gera þessa overture, það er bara, já, tökum við hérna, búum til þætti, það er svo mikið, maður bara svona... Ertu búin að sjá alla þættina? Já. Hver er þetta besta serían? Af þessum Marvel-seríum. Þá er ég að tala um MCU-dæmi. Ekki Daredevil og Punisher og það. Ja, það væri Daredevil, hann var alltaf efst, sko. Ok. En með þessu MCU, sko, að koma mér á óvart og Hawkeye var skemmtilegt. Já. En ég verða að segja WandaVision. Það var svona best af þessum seríum. Já. Mér finnst það bara svo, það var svo nýtt, maður svona horfði, svo bara svona, já, maður var að bíða í viku aftur, maður var svona, ok, ég hef aldrei séð þetta Marvel. Og þetta virka alveg. Þótt að maður, hvað var hann langur, 47 mínútur eða eitthvað? Eitthvað svolítið. Já, og þáttur var bara til 30. Og það er svo bara restinn kreditlisti bara 70 mínútur. Fáralega langur kreditlisti. Já, ég var líka bara svona, já, ok, það er kortur eftir, bara já, svo bara beðið maður í 2 mínútur og maður bara, já, bara kreditlisti. Já. Og svona, ok. Hvernig varst þið Falcon and the Winter Soldier? Ég skemmti mér, horfa á. Finnst þér einhver léleg, sería? Nei, Hvað er þið búin að gera? Er þetta ekki 4? 5 með What If. What If var svolítið svona, hún var svolítið svona hérna bara. Já. Það var bara svona eins og að væri svona lokaverkefni í einhverju svona... Ég er búin að gleyma henni mér. Já, mér finnst það ekkert spes. En hvernig varst þið Loki, serían? Hún var skemmtileg. Mér finnst hún enda alltaf þannig að hún er að setja upp svo stórt með Kang the Conqueror og maður svona vá, geggjað. Það böggar mig líka svolítið um Marvel því mér finnst það oft verið eitthvað svona þeirra frásanna stíl. Þetta er svo mikið set-up. Þeir eru bara að setja upp eitthvað eins og Loki fannst bara að setja upp Multiverse og Kang. Já. Þannig að mér finnst ég einhvern veginn fá almennilega sögu. Þetta er bara svona þetta er bara eitt kafli. Já, og þú veist, ég fíla mikið overtjum og bara bestu þættum ég séð, bara overtjum þættir eru The Boys. Þeir gera svo vel. Bara þeir eru með svona, þú veist, ég veit að það eru framhaldsnáttúrulega, þeir setja allt upp svona í endan, en þeir gera svona, ég veit ekki hvað við, þeir bara svona virka svo vel. Þeir ná að setja upp í endan, en eru samt svo ógeðslega vel gerðið einhvern veginn gegnum allt. Þú veist líka bara með svo mér finnst bara betur skrifað líka það betri karakter, þessar persónu sköpun The Boys er bara geggjað, mér finnst það 10 sem betur en þetta MCU TV-dótt sko. Ok. Þú ert ekki sammála. Mér finnst sko mér finnst bara svo allt öðruvísi. Þetta er bara svo að kompera, eins og margir í dag eru að kompera Batman við Spider-Man No Way Home. Maður bara svona, þetta er dark, þetta er light, þetta virkar ekki alveg, en ég skil alveg, þótt að margir falla á Batman og margir fara á Spider-Man, ég skil alveg að fólk er að compete á milli og þetta eru náttúrulega mismunandi myndir, þetta eru sumir fílar detektív og sumir fílar bara svona gaman, eitthvað svo, en ég veit ekki, það er gaman að báðum, best of both worlds. Ég er bara einhvern veginn held, eins og við tökum No Way Home til dæmis, það er allir bara, þetta er geðveik með, þetta er geggjumynd, ég held að tíminn er ekki þarf að fara vel með þessu mynd. Nei. Því ég held að þegar fólk er búið að taka aðeins skrifa aftur á bak og sér hann aftur, kannski eftir ár, 2 ár, 3 ár, þá verður það bara svona, já, alveg rétt, þetta er rosalega þunn saga. Já, hún er mjög þunn. Rosalega, þetta er engin saga. Nei, og líka Dr. Strange, hvað er Dr. Strange að gera í myndinni? Hann kemur inn og er bara svona, ok, gerum þetta. Hann er bara plot device. Já, og hann kemur og eitthvað svona, hann er, hvað var þann gæinn í Infinity War sem var bara eitthvað, ef það er steinninn, eða þessi krakki, það var það steinninn. Bara það var þessi gæi. Hvað var hann bara eitthvað? Ég er bara gangið söknum mikið. Já, við skulum hérna, tökum hérna, já, við skulum redda þessu fyrir hann, og eitthvað svona, maður bara svona. Og okkur sagði hann ekki líka, þegar Peter byrjar að fokk í galdrinum, spellinu sem hann með. Okkur segði hann ekki bara, ok, hættum aðeins svona, setjumst aðeins niður, ræðum þetta, og svo ger ég. Ekki bara hann eitthvað að reyna að klára eitthvað galdurinn og eitthvað, þetta var eitthvað svo kjánalegt. Fáum okkur Subway, ræðum málinn, skráum niður hver þú vilt hafa mun eftir. Nei, ég alveg tala. Já. Þetta er ekki flókið. Nei, og ég, hann er ekki vitlaus. Nei, ekki alveg Spider-Man. Þeir eru báðir klárir. Þeir eru bara gerðir þessu heimskir. Bara svo einhver saga dett í gang. Já, bara svo að þið geta fengið þessa gömlu tilbaka. Nákvæmlega. En pældi í, hvernig, ef bara aðeins gleymt þessu bara, ekki vera að pæla í þessu nostalgíu grungi sem er í gangi í dag. Bara gerum bara góða Spider-Man sögu. Já. Bara látum hann, nú er hann bara orðin, nú veit allir hvað hann er. Nú er hann bara að díla við það.
hann að díla við bara, hann má ekki eiga neitt og hann má ekki, frænkan stó út af einhver öðrum viljan eða eitthvað og hann það bara fóta sig ekki með það. MJ er farin út af hún getur ekki höndlað að vera í kringum hann er svo mikið, Þú kom með eitthvað svona mögulega dramatíska sögur sem hefur verið gaman að horfa á. Og ég hefði allan daginn viljað sjá það. Það er einhver svona leið sem maður svona, já ok, nú er hann komin í Tobey Maguire stílinn án þess að hafa hitt Tobey Maguire. Hann er komin þangað, hann býr í einhver svona litli íbúð sem, gæinn alltaf byggði leigu og, hann er með bara svona radio og eitthvað svona hérna. Og það hata hann allir, en hann er samt alltaf að gera góða, skilur fá bara svoleiðis sögu. En það er spurning af því að með hvernig endar No Way Home. Það er spurning hvort að næsta verði ekki þannig. Þeir eru svolítið að núlstilla núna Spider-Man. En af hverju? Af hverju þurftu að gera það? Af hverju gæti ekki enda bara við að hann náði til fýta Mysterio og hún bara enda þannig að hann er bara særður og svona og er að reyna að finna sig í MJ, reyna að ná tíma með henni, reyna að búa til bara svolítið svona bara framhald sögu án þess að nota bara eitthvað multiverse ég er sammála þú sagðir bara í podcastið hana daginn þú vilt góða sögu og þú færð það í Batman en ég vil það kannski vil ekki það allir ég vil það, ég vil fá góða sögu en mála á þetta var, ég held mála með No Way Home allir voru bara niðurdregnir á COVID loksast það búið, það bara allir bíó, bara allir að fagna þeir sem komið tilbaka. Ef þú myndir svissa og Batna kemur þarna, hún er svona dark, svolítið svona... Heldur að henni ekki gengið eins vel? Jú, henni hefur gengið mjög vel. En ég held að hún hefur svona, það hefur öðruvísi hæp eftir að spæta okkur eftir hana, skilur við. Þarna erum að fá svona góða, bara óhörðsum mynd, svo farið hérna eitthvað svona, sjáu þið, Tobey Maguire, kominn, bara sjáu þið hvað er skemmtilegt, hann er bara, þeir eru komin allir þrír saman og allir svona, hvað er Batman? Hvað er Batman í MCU? Hvað er Spider-Man? Ég veit ekki, ef þú svitsaðist þá hefur verið allt öðruvísi, sérstaklega með þessi IMDb rating, bara fáránlegt, bara 8,8 Spider-Man. Róm okkur aðeins. Þetta er bara, ég held nefnilega að með þessa mynd, ólíkt til þess The Batman, þetta er mitt persónulega mat, það er svo mikið innihald í þeirri mynd. Mikið pælt í svo var hann aftur bara, já, ok, alls konar vinkla á Bruce Wayne, Batman sjálfan, Gotham, þessar villains, orðin sagði svolítið fyrir þá líka, svo Penguin og eitthvað. Cool, hvernig Riddler svolítið speglast, þeir spegla hvernig annan einhvern veginn, nema þeir fann alltaf bara sikkur leiðina að því, mikið í henni. Já, mikið hráofni, sko. Já, mikið sem getur svona, vil ég meina, veltir upp úr og pælt í. Er það í No Way Home? Nei. Hann er, þótt að þessu aðeins, þau eru öll mjög góði myndir leikarnir, en þú ert ekki með bara svona, þú ert bara með hann misti frængu sína, bara Þetta fyrir mig, þetta ristir rosalega grönt. Þegar ég fór inn í bíó, mér fannst gaman, mér leittist ekkert. Nei. Og þetta fannst mér gaman að sjá á tjaldinu Tobey og Andrew Garfield og eitthvað, og sjá Willem Dafoe aftur. Jú, mér fannst það alveg gaman. Já. En þegar myndið að búin, ég lappa á bíóinu, þá er ég bara svona, Já. Hún endar eiginlega bara, hún endar þar sem hún eiginlega byrjaði. Hún endar bara, hann er nefnum bara öfugt. Allir veitir hvað hann er, endar enginn veitir hvað hann er. Það var bara ok. Já, veit. Maður getur bara jumpað í það strax, bara svona á þess eitthvað, veist hvað ég meina, þetta er svona, þetta er svo lazy writing, eins og ég kalla þetta. Bara, af hverju ekki að gera eitthvað góða, bara svona Spider-Man sögu, eins og Spider-Man 2 var, Spider-Man 1. Já. Hún ekki tala Spider-Man 3, en nei, ég veit ekki. Þetta er einhvern veginn ekki spennandi. Eins og ég sagði hann, þetta eru bara stúdíómyndir. Þetta eru bara Moneygrab. Disney eitthvað, náði eitthvað. Kevin Feige bara eitthvað, við þurfum, leikstjórinn hérna, hann bara, við þurfum hérna bara atriði sem Spider-Man og Thor eru saman. Bara svona 15 myndir. Og hann er bara eitthvað, ok, gerum það. Bara John Watts eitthvað svona. Ok, þú veist þetta hérna eitthvað svona. Þetta er svo mikið allt fyrirfram ákveðið. Sem er einhvern veginn ekki spennandi. Nei. Af því við erum búin að sjá þetta, það sem ég vil sjá, ef Marvel hefði gert, ég hef sagt það held ég í podcastunni, ef þeir hefði gert bara, byrja á Iron Man, svo þetta bara enda á Endgame. Perfect saga. Þetta hefði lifað í kvikmyndasögunni bara næstu 200 árin, líkuð, skilur. Þetta hefði verið svo svakalt afrek. Þetta hefði bara James Bond. Já, nákvæmlega. Þetta hefði verið bara Infinity Saga. Já, Infinity Saga, þetta er bara því legacy.
og Kevin Feige hefði bara farið í guðatölu og bara snillingur að hafa náð að gera þetta. Jú, ég eina milli, það er alltaf misgóðar, en þessi heildarsaga, svakelt afrek. Svo hvernig eftir Endgame, Black Widow, Shang-Chi. Mér finnst það Shang-Chi góð. Mér finnst hún svona færi gegn. Mér finnst hún alveg fín. Maður sé Eternals æðisleg. Nei, ég er ekki að styrja. Ég ætla að það fara að spyrja, hvað fannst þú svo gott? Nei, mér finnst hún ekki góð. En svona visually, hún var mjög flott þannig, bara verið bíó svona, og sjá sólina eða svona, bara byrjun aðrið þegar það er að fljóta til jarðar. Já, það er töff. En okkur þurftu hún að vera svona leðir? Hún bara virkar ekki, þú bara nærði ekki hvað eru mörg í myndinu, hvað eru 12 eða eitthvað. Og svo er hann að bæta inn í hana Bill Skarsgård gæinum hana, heit hann ekki? Bill Skarsgård. Sem leikur 1. Já. Hann leikur hana The Deviant sem er þannig að safna allir powerunum. Já, hvað er það? Var það Bill Skarsgård sem leika? Já, hann leikur hann. Er þetta ekki Skarsgård frekar en Sarsgård? Er þetta ekki bróður hans? Jú, og sonur Stellan. En það ekki? Jú, þessi Skarsgård fjölskylda. Ég veit ekki hvernig maður berði það fram. En hvað er hann að gera í myndinni? Hann er bara eitthvað að safna einhverjum glata, vilja. Já, ég skildi þetta ekki alveg. En já, hún... Er þetta Bill Skarsgård? Já. Ég held ég bara ekki vita það. Nei. Svo líka hann að... hvað heitir hann? Sem að tala fyrir hann að... hvað heitir hann? Galactus? Nei, ekki Galactus. Nei, ertu að tala um... Ég man ekki hvað hann heitir. Eros? Nei, ekki Eros. Ég man ekki. Þetta er svo Asaram eitthvað. Jú, Asaram. Jú, ekki svo leiðis. Ertu ekki að tala um bara ristóra... Jú, rauðagæðin. Hvað hétt áttu tegundu þeirra? Það er ekki Eternals. Það er... Oh my god. Deviants. Ekki Divi. Oh my god, ég man ekki hvað heitir. Nei, veistu það, við verðum að munna það. Það er einhver öskra okkur núna. Já. Bara strákar, ég er að djóka. Þetta er ekki Sentinels, þeir eru í X-Men. Jú, þetta er Sentinels, ekki? Nei, þetta er ekki Sentinels. Býtu. Þetta eru hérna... Ég skal googla það, þú má gíska. Er þetta eitthvað svona... Centennials, eitthvað, ný, hvað heitir? Ég bara gleymi þessu. Er það að googla þetta núna? Ég er að googla þetta. Ok, Alex er að googla þetta núna. Það er svo lélt netsambandið við. Celestials. Já, hann er já. Já, þú tala um hann. Já. Hvað talaði fyrir hann? Ég man ekki, ég átti að kíkja það líka. Við munum ekki neitt. Nei, hann tala líka einhver öðru. Hann er með svo flott á rödd einhvern veginn. Hann er litað svolítið öðruvísi í þessari mynd. Allan, ég man ekki. Skipti ekki öllum á? Nei, skipti ekki öllum á. Eitthvað fræðugall. Okay. Höldum árum með listaðinn? Já, veit það. Mjög gana að kjafta við erum búin að kjafta í 50 mínútur. Já, ok. Ok, höldum það fram. Já. Þú varst með, hvað, Dark Knight? Við tókum smá James Bond og Marvel út úr. Það er góðulegi. Já. Ok, Dark Knight var nummer 10. Þú ert með rankaðan lista. Já. Þú kemur alltaf svo fagmaður með rankaðan lista. Og hvað árið kom út og hver gerði og... Hvað finnst þér fólk? Ég fengi til með alls konar fólk. Og við erum ekkert að dæma. Það er bara misjant hvað fólki finnst. Hvað finnst þér fólk sem er bara svona, ég get ekki að ranka þetta? Ég skil það. Ég skil það mjög vel. Finnst þér að ég eigi að heimta fólk rankilistuna? Já, þetta er mjög skemmtilega, persónulega. Þið er skemmtilega þegar ég er sammála. Ég veit, áður en þú komst inn og ég var satt hérna, ég breytti með sæti, sko. Ég breytti bara út, ég horfði bara, nei, ég verða. Þegar ég var nýbúin að horfa sem fyndi, ég bara, ég verða að setja návar. Ok. En það er skemmtilega að hafa rankaðan lista, finnst þér? Ég minnst það. Þegar ég hlusta líka á þá svona, já, ok, nú ég skil alveg hvert, þú veist, hvað er svona, af hverju þessir uppáhaldsmyndunum þetta eftir að hafa heyrt hinar. En já. Ok, þú með rankaðan lista, hvað er nummer 9? Prisoners. Úff, geggjumynd. Rosalega mynd. Ok, tölum aðeins Prisoners. Það er... Af hverju finnst þér hún svona góð? Ég hafði ekki séð hana á það, mér fannst hún svona, þú veist, eitthvað, mér fannst hún svona Prisoners, það var ekki að grípa mig, sko. Eitthvað svona... Titillinn og líka coverið, þetta var bara svona Jake Gyllenhaal og Hugh Jackman, eitthvað svona reiðir. og ég eitthvað svona, og ég horfði á Blade Runner, þannig að 2049. 2049? Já. Og ég bara, wow, hvað er þessa? Kíkti á það. Og bara, já, Dennis Villeneuve, ok, svona eitthvað, já, Arrival, já, það var svona eitthvað spes, eitthvað svona. Guðlast. Nei, það er ekki að horfa aftur. Ég er að djóka þér, ok. Já, þú varst búinn að sjá Arrival, búinn að sjá Blade Runner, og varst ekki búinn að sjá Prisoners? Já, ekki Prisoners. Varst búinn að sjá Sicario? Já, mér finnst það geggjum mynd líka. En mér finnst þessi bara mynd, mér finnst hún bara, hann er að fanga eitthvað svo flott í þessari mynd. Ég horfði á hana og við erum með heimabíu heima og stórt sjónvarp og
maður tekur svo eftir því þegar svona stórt atriði, maður horfir svona aftur, það tónlist undir, svona djúp tónlist einhvern veginn. Og svo þegar Jóhann Jóhannsson gerir já, einmitt, og gerir líka við Sicario, og það var atriði í myndinni sem að dóttir Terrence Howard segir, og Viola Davis, segir eitthvað, you were there, og svona byrja að tárast, og bara þá svona, byrja svona stigmagnast, og þá hann bara svona, hvað meinar þau, og eitthvað svona, og hann átti að sá því, og ég bara svona, þá fann ég líka bara svona, wow, hvað þetta? Og bara gegnum alla myndir svona tónlist eins og þegar að sína húsið, og svona var nálægt húsinu, það er svona þung tónlist, við heyrum hann ekki, en hún þarna. Mér finnst það svo geðveitt kúl að horfa hann aftur, bara með bassan í botni og all bara, og maður bara, skalvaleg. Og myndatakkan brjáli líka. Já. Þetta er svo flott mynd. En, pælti ég, þetta er bara lítill bær. Þetta er bara hús, þetta er ekki Blade Runner. Nei, en þú ert náttúrulega með Roddy Deakins tókanu upp, svona mjög frægur kvikmyndatökum. Já. Það sést. Já, það sést mjög vel. Sést á verð með geggja kvikmyndatökum. Og líka hann lætur okkur líða svo illa, eins og við séum hana. Þú veist, þegar við erum, sko, eins og þegar atriði þegar þeir eru með Paul Dano og haldandi um vegginn og hann lemmi í vaskinn. Við erum bara svona, hurðarkameran svona hérna, við erum bara að horfa á þetta gerast. Við erum ekki að gera neitt, við erum bara svona að horfa á þetta. Já. Við bara, og líka bara, þú veist, Hugh Jackman í myndinni. Bara mér finnst þetta, þarna svona establar hann sig sem leikara. Hann bara svo gott performance. Bara, þú veist, fyrir utan Paul Dano og Jake Gyllenhaal í myndinni, mér finnst hann bara, hann svo ótrúlega í myndinni. Og þóttu mér finnst Jake Gyllenhaal bara í myndinni svolítið svona, mér finnst hann aðeinslegur í myndinni, skýrspandið aldina. Skýrspandið? Það sést ekkert. Nei, og en mér finnst hann, Hugh Jackman hann svo eitthvað svona, þú veist, gamli skólinn, eitthvað bara vinnur bara sem svona verkamaður, svona allt múlik mann. Og þarna verður hann svona, þú veist, þarna hann komin í stöðu sem að dóttir hans horfin. Ég ætla á ekki börn, þannig ég veit ekki alveg hvernig þessi tilfinning, ég er skelfileg og vonandi fæ hann aldrei. Nei, ég á strák sjálfur og já, þetta er örugglega hrikalegt. Og ég skil hann í myndinni, ég skil hann okkar að gera þetta og við finnum svo mikið fyrir af hverju, þú veist, hann að gera þetta. Það hann að finna leið til að finna dóttir sína. Hann að gera svolítið svona ekstrím hátt. Já, mjög. Og við finnum svona, þú veist, hann svo mikið að vekja þessar tilfinningar hjá okkur líka. Að bara, að já, elsku kallinn, veist, fara að finna dóttir hérna. En það er líka cool að sjá að því í myndina, ég man rétt, það ekkert salan til að sá hana, kannski 2 ár síðan, þú veist það brjálumynd, hún var meira brútalega með myndi. Hún er meira svona dark og geggjumynd. Já. En ef ég man rétt, þá var hann, Hugh Jackman karakterinn, var hann ekki rosalega svona skipular, átt hann ekki fullt af eitthvað svona, var þetta ekki svona doomsday prepper gæi ykkur? Var hann ekki með svaka byrðir í ykkur kjallara og... Hann er rétt. Þetta er svona gæi sem að hann þarf að undirbúin fyrir allt. Já. Það þarf alltaf að vera planað og skipulagt. Svo bara gerist þetta og þá er það svolítið tekið á honum, af því hann virðist vera, hann þarf að vera við stjórn. Já. En það er svo cool að sjá, það er cool. Það var gaman áhugavert að horfa á þannig mann þegar það kipt undan honum fótunum. Og nú búið dóttin í horfin, þú veist ekkert hvað hann er. Hvað ætlar að gera? Já, klálega. Og svo líka bara, þú veist, hvernig hann líka svona, eða þannig karakter í myndinni, hann snöggreiðist við hverju sem er. Bara, hann var svo pirraði við dóttirina þeirra, þú veist, bara allt í einu. Og maður svona, ok, nú erum við aðeins að róa, þú veist, í gegnum myndina, hann var alltaf meira og meira pirraðri. Maður svona, þú veist, mér finnst bara svo karakter hans frábær einhvern veginn, þú veist, hann er svona, þú veist, þetta er bara þessi gæði sem er bara, þú veist, syngur ekki, situr bara, borðar matið sinn, þú veist, kemur heim og hann verður svo vulnerable, þú veist, það verður bara svona, hvað er dóttir mín, þú veist, ég verður alveg að vinna og það gera þess á sinn hátt. Já. Svo bara, þú veist, við sjáum líka svo sorgina í hans augum, bara þegar hann er svo reiður, þú veist, hann situr eina fram, en þetta er bara sorg, þú veist, hann er bara að finna dóttir sína. Og mér finnst Hugh Jackman bara perfect í þetta atriði, bara í myndina. Geðveikur leikari. Og saman með Jake Gyllenhaal, hann er þessi low-key bara með svona þessi klippingu hérna og Fury, eins og Brad Pitt og Fury, með tattoo hérna. Fucking sval. Já, og líka bara, mér er svo cool þegar hann fer heim til hann að karakter sig svona, hvað heitir hann? Og líka leikarinn sem leikur í Dark Knight, hann að, Já. Ég man ekki hvað hann heitir. Og hann bara svona, já. Ég maður ekki heldur. Nei, já, það er allir að öskra á okkur núna bara. Hann er með eitthvað svolítið langt eftirnátt minnum mig. Já, leikur líka Ant-Man. Einmitt. Ég veit alveg hvað leikar þetta er. Já, og Dökkarur? já, hann svona eitthvað, þú varst í Target og varst að kaupa barnaföt, en þú átt ekki börn. Hann bara, já,
ég keypti Ógeðslega skrítin gæi. Já, bara, ég keypti óvart. Og hann bara svona byrst inn til hans og bara tekur hann niður einhvern veginn og hann bara svona geðveitt svona óþægilegt heimili. Ég bara, hann teikna eitthvað svona línur út allt, kassar fullar af snákum og barnafötum og þá svona fekk ég bara, ok, wow, þetta mynd, þetta bara svona, það saga. Þetta saga. Ég bara, ég gæti hort að horfa, ég bara, svo, kemur Paul Dano inn í myndina og maður sér hann svona, Hugh Jackman svona horfa á hann þegar hann kemur út úr húsinu og að taka upp hundi sinni eitthvað kirkjan og maður bara svona, ok, þetta bara svona, það eitthvað við þessa mynd sem bara svona, það eru ógeðslega gæjar hann, sko. Eða hver það? Það svo mikið ógeðslega gæji hvaða gæji það minnst Hugh Jackman líka í myndin mjög ógeðslega gæji. Já, þetta ekki, já. Ég ekki að réttlæta það sem hann gerði. Nei, þetta ógeðslega sem hann gerir. Já. En þú samt skilur það að einhverju leyti, þá skilur þú af hverju hann myndi gera þetta. Ég ekki að segja að þú myndi gera þetta, en ég skil alveg að hann gera þetta. En það þetta vel skrifa. Já, algjörlega. Hvað skrifaði myndina? Það var ekki... Gæði sem skrifaði myndina, hann núna, ég man eitthvað neytir, hann að gera þættir sem þetta Raised by Wolves. Gera hann þá? Ok. Ég held að þessi sjórun núna þeim þátt. Cool. Það psychedelic sci-fi dót, sko. Já. En já, mér finnst það bara þessi mynd bara frá byrjun til enda, mér finnst það bara... Gekkju. Og bara hvernig hún endar. Bara ok, boys, let's wrap it up. Bara það koma frost í nótt, skulum bara drífa okkur heim. Svo bara svona... Þetta svo gæðið. Og bara, hann bara svona lítur hlér og myndir endar. Við þurfum ekkert meira. Við vitum bara, hann veit af, svona, við höfum bara búið til okkar eigin endi. Já, þegar þú hugsa mér, ok, heyrði hann þetta eða ekki? Er hann að fara að fatta þetta eða ekki? Ég tel að hann heyrði þetta, sko. Og að kíkja á þetta. En svo er kannski stundum, bara eins og í alvörunni, þú kannski, ég veit ekki, heimaður eða eitthvað, svo heyrir eitthvað, þú kannski búin að kíkja. Já, einmitt, svo líka það. Svo gerur ekkert meira. Nei. Þú fer ekkert endilega að kíkja á allt húsið og kíkja upp á hálóftið í kjallarann eða... Nei. Þannig að það er spurning hvort hann hefur svona... Ég litið, svo bara svona, fyrir mig heim. Já, eða litið og farið og kíkt. Já, eitthvað svona, þú veist líka, hún færði bílinn yfir þetta hólu, yfir þessu hólu. Ég held að það sé enginn allir, það er gamall bíl eitthvað á plani, ég held að maður enginn sé eitthvað, já, færum hann bíl, kíkjum hanga á hann í. Það er líka að þeng, sko. Það er ekkert eitthvað endilega líklegt að honum hefur bjargað. Nei. Ekki eiginlega þetta. Mér langar að vita að hann bjargaðist. Nei, svo er annað því þessu, er að það sem hann gerði var ógeðslegt. Já. Og hann er verið á fangilsi, en dóttir hann sem hún var orðin safe, skilurðu. Já. En hann þurfti alveg eitthvað refsingu, finnst mér. Einhver leita, því hann tekur harkalega á sakleysum manni. Já, sem er bara, hann var líka fórnarlamb í barnesku, þannig að ég, mér finnst það heitir Alex í myndinni. Já, hann heitir Alex. En svo er það líka, mér finnst það töff, að því að titillin á myndinni, ég elska titla bíómyndum. Sem að... Svona, báðið vondikallin og, eða svona vondikallin. Nei, sem virka þannig að þú kannski sérð, þú heyrðir til þess Prisoners og sér svo plakatið og eitthvað, og pæli kannski ekki þannig sér í titlinum. En þú ert búin að horfa á myndina, þá fær titillin aðra merkingu fyrir þér. Já. Þeir sem voru fangar í þessari mynd voru miklu fleiri heldur en bara sem tvær stelpur. Já, það er rétt. Ég elska svoleiðis. Þess að hann var prisoner sjálfur, Alex. Já, ég klálega. Og ég líka núna. Og þú líka, fangi minn. Herðu, höldum það fram. Já. Svo verðum ekki allan nótt í það. Já. Prisoners nr. 9, hvað er númer á það? Die Hard nr. 3. Og Die Hard nr. 3? Ok, áhugavert. Er Die Hard 1 ekstra listanum? Ok. Finnst þið Die Hard 3 vera betri en Die Hard 1? Eða bara skemmtlegri? Eða meira uppáhaldi? Mér finnst það bara skemmtilegur og meira uppáhaldi. Mér finnst Die Hard 1 bara miklu betri út af mér finnst alla Rickman-karakterinn svo geggjar í myndinni. En það er eitthvað við Simon í Die Hard 3 sem er svo skemmtilegt. Hann er bara að segja, ok, Simon says, og eitthvað svona, og hann er að plata hann svo mikið og það er með svo góð lína í The Dark Knight sem að Alfred segir að sumir vilja bara horfa á heiminn brenna. Já. En þessar mynd er akkurat öfugt. Hann lætur eins og vilja heiminn, lætur allt brenna, hann veit bara peninginn. Og hann næra að láta alla hlaupa í burtu, hlaupa út allt og hann bara kennst bara í burtu. Þetta er geggjumynd. Hún er æðisleg. En eins og með hann, Die Hard 3. Hvað er hún ekki, 95? Sjá. Ég skrifa þetta niður. Ég skrifa þetta niður. 95. John McTiernan, Sam Jackson, Bruce Willis. Þú ert ekki sem fæddur? Nei. 6 árum setna fæðist þú. Eins og með þessa mynd, þegar ég sá hana, ég hef verið 12-13 ára þegar ég sá hana, með það bara gæðveg.
þegar þú sér þessa mynd, var eitthvað sem kynnti þig fyrir henni, fannst hana sjálfur? Ég held að ég horfði, sko, já, ég held að ég horfði á hana fyrst, sko, bara þegar ég var ungur, sko. Ég horfði tók allar þessar myndir. Var þetta gegnum pappa? Já, þetta er allt í gegnum pappa, sko. Já, ok, þannig að hann sýndi þér John McClane Já, fyrst. hann heitir líka Jón og pappi og hann elskar John McClane. Þannig að Nafn hans, já. En já, þegar ég sá fyrst Die myndina, þá var ég ekki fyrir 14 ára. 14-15. Die 1. Die 1. Sástu hann fyrst? Já, og svo horfði ég á nummer 2, bara, við tókum þetta sem bara allt svona, í einni ræmi, skilur við, kannski ekki einu kvöldi, bara svona 2 kvöldum með stuttu millibili. Já, og Die 4 var svona hátt með fyrst. Þetta var svona nýrri, svona hacker, eitthvað svona tölvudótt, og ég svona, wow, cool. En svo maður horfði aftur á 3, ég fann bara svona, það eru sprengingar, hún líka byrjar strax. Hún bara svona eitthvað New York, svo bara springur eitthvað, og það er bara strax fengið bara, where's John McClane? Og eitthvað svona, hringt til og hann bara eitthvað verkefnatöflu fyrir mig. Bara yfir alla myndina. Þunnur. Geðveið þunnur, vill bara á verkefnatöflu. Og líka það fyndi ég gegnum myndina, hann alltaf bara eitthvað, I need some guns and some aspirin, please. Og bara eitthvað svona, hann alltaf biðja bara verkefnatöflu, hann getur ekki meir. En mér finnst líka cool hvernig ég kynntu Zeus inn í myndina. Mér finnst líka, er það ekki... Gekkja, Já, líka bara, þeir líka svo gott kemmistri milli þeirra. Gekkja kemmistri. En mér finnst líka bara svo gaman, var ekki, ég held að það sé ekki rétt um mér. Ég held að það sé rétt um mér, myndi ég. Að Quentin Tarantino skrifaði þetta aldrei. Var það ekki eitthvað? Ég held að, ég las það ekkert að hann hefði, þeir voru nýbúin að gera... Þegar strákarnir koma og ná í frændi sinni, nei. Er þetta með útvarpið að það? Nei, þeir lappa með útvarpið, hey, uncle, og eitthvað svona, are you supposed to be school, og eitthvað svona drull yfir á, eða svona ekki drull, hann bara svona skamma á. Að Tarantino skrifa það? Já, og svo leitur hann út, það stendur hann alltaf, þetta. Sem ég þóra ekki að segja. Nei, ég ætla ekki að segja, heldur. En ég held að hann hefur skrifað, ég held að þeir voru nýbúin að koma í Pulp Fiction 94. Jú, bítu. Og þeir voru bara eitthvað svona, John McTiernan var bara svona, vildi gera eitthvað svona rosa atriði til að fanga, hann, og það er náttúrulega, ef það var eitthvað hvíti gæi, bara með eitthvað skilti, bara crazy. En það er Zeus þarf að fara og tala við hann, bara segja ykkur, þú ert að fara, sko. Þú verður bara drepinn. Já, og hann verður líka næstu drepinn. Já, algjörlega. Bítu, jú, var ekki, ég gerði dæjar þátt. Hvort að Kíló hafi nefnt þetta? Það getur verið. Og það ég man það ekki. Þetta er svolítið mikið Tarantino, sko. Maður finnur svolítið svona í atriðinu að þetta er smá svona hans skrift, sko. Mér finnst líka bara geggja hvernig, hann bara, hann segir líka, in about 15 seconds, this guy is gonna notice you, eitthvað svona, og svo 15 sekundir setna, sjáu þeirra. Þá veit maður svona, hann er ekki bara svona svakalega heppinn, eða bara svona klár. Maður líka, hann bara í gegnum myndina, hann er alltaf bara svona, eitthvað, 7, og svona, hann gerir aðeins allt í myndinni, sko. Zeus? Já, en John McClane er alltaf bara þessi gæi sem er bara byssun eitthvað, fara allt eitthvað. Þeir eru svo góðið saman. Já. Æðislega Brain and the Brawn, bara þeir tveir eitthvað svona, finna út eitthvað. Svo sem er vatnið á brunnunum og hella eitthvað, þeir eitthvað að rífast, neða þú gerir það svona og eitthvað. Já. Þetta er svo geggi mynd. I just want some aspirin, alltaf vill bara frá verkefnatöflu. Hann í einhverju hlýraból og... Já, alltaf þessi hlýraból líka. Já, veistu það eða. En þegar þú sérð hana ólinsaldri, þannig að hvað sér, kannski 14 ára? Já, ég sá hana fyrst svona 15 ára, 16, eitthvað slags. Mér finnst þetta áhugavert, það er þá í kringum 2015, ef við gefum það á, já, kannski 14, 2015-16, og þessi mynd frá 95, samt skilur við hann, þú ert bara, þetta er ekki mynd. Já, mér er svo gaman að þessi gömlu myndi, svona sérstaklega 90s og 80s. Þér finnst þetta ekkert hallarslegt? Nei, mér finnst það, ég elski þetta, sko. Sérstaklega, sko, eins og 70s myndir, eins og Rocky, þú veist, bara eitthvað low budget, ekki einu sinni, ég held að það var ekki svona $1 million sem var. Það kostaði ekki mikið. Nei, bara, þú veist, mér finnst það bara geggjum mynd. Mér finnst það bara svona góður endi þegar hann er eitthvað hann er að öskra á kærastan sína. Yo, we did it! Já, eitthvað svona. Og hann tapaði, hann er bara eitthvað, Adrian, og er bara blóður, bara, hann var alveg sama átt hann tapaði, hann var bara að fara til kærastan sína, skilur. Mér finnst það bara svo, mér finnst það geggjum. Hún komst enda ekki á listan, en... Nei, þú er bara með 10 myndir, þú varst að kvæta út fullt af geggjum myndum. Ég held að tók svona 30 myndir niður sem ég var bara svona, ok, bless, ég verði að setja það. Ok, Die 3 er nú með 8, ekki? Jú. Já, þetta var Die Hard, Prisoners, Dark Knight, ekki? Dark Knight, Prisoners, Die Hard, jú. Hvað er nú með 7? Þetta er David Fincher mynd. 7. Fight Club. Það er nýri mynd. Gone Girl. Já.
Ok, Gone Girl er í 7. seti hér. Já. Ok, af hverju valdur hana? Er það eina Fincher myndir á listanum? Já, byrju, ég ætla að tjekka á því. Ég bara pæli hvernig finnst það besta myndinar. Eða allar svona í þínu uppáð. Já, minnst það besta myndin hans. Ok, Gone Girl. Ég er nýbúin að sjá hana, nýbúin að gera Fincher þátt. Þannig að ég man nokkuð vel eftir henni. Af hverju sett hana á listaðin? Þetta er svo... ég bara, fyrst þegar ég sá hana, þá var einhver nýku mynd komin út, Girl on the Train, og svona, mér mixa þeir saman, þetta er svona einhver stelpa hvar. Já, var ekki Emily Blunt í henni? Já, Emily Blunt, jú. Já, ég sá hana, hún var ekki góð. Nei, þú veist, ég mixa alltaf, ég vissi að hún var ekki góð, þannig ég bara svona, ok, Gone Girl, ekkert góð. Já, ég skilji. Og ég vissi ekki það, þú veist, svo bara var ég eitthvað að skoða David Fincher í skólanum, og bara, já, þú veist, það er minn en ársinni sá hana, sko. Og ég bara, já, byrju, gæðis ekki... Í fyrsta skipti? Já. Ég bara svona tvisvar, þrisvar, eitthvað leiðis. Og þannig fyrst skipti þú sást Gone Girl, það er bara ár síðan? Minna. Áhugavert, ok. Og ég bara, já, David Fincher, ég er mikil aðdæðan David Fincher, þú veist, elskaði myndina hans og bara Fight Club er bara eitt af bestu myndin á tíma, sko, og Seven, þetta er svona, þær tvær eru svona. Já, en þær eru ekki listan? Nei. Ok. En bara þessi mynd, ég sá hérna í trailer hann, ég bara eitthvað, ok, Gone Girl, og 8 á IMDb, ok, wow, sæl, og kíkjum á hana. Svo er bara, já, þessi mynd, 8, ok, já, tjók, þetta er ekki rétt, þetta er ekki sama myndin, ég bara, já, Girl on the Train, ég bara, já, þetta er, já, væntalega, svo byrjaði að horfa bara og Ben Affleck eitthvað svona, eitthvað þykkur, eitthvað svona heim, býr bara heima, bókahöfundur, eitthvað svona, fer bara barið sem er eitthvað að spila í sýstu sinni, ég bara svona, ok, svo bara kemst það að konan sem bara farin, ég bara, wow, svo bara horfum myndin og hann bara svona eitthvað algjör douchebag, ég þoldi hann ekki bara fyrstu aktinu, sko, bara eitthvað gæði sem var að halda fram hjá og bara eitthvað svona brosandi við hliðin og missing eitthvað Amy Dunn eitthvað, bara eitthvað, maður svona, hvað er það? Gladagur. Já, svo bara svona eitthvað day one of Imperials, þegar hún hvarf, það var bara eitthvað, hún bara að gera allt, bara að plana allt og ég bara, wow, þetta er geð, svo var þarna væri bara, wow, þetta er einhver mynd, sko, og ég bara horfði og ég líka elskaði hvernig Neil Patrick Harris komist inn í myndina, hvernig var svona þessi ríki fyrrandi kæristi hennar. Ennþá skotin í henni. Já, og svo þetta battle með þeirra, þegar hann var eitthvað í sjónvarpinu og vissi bara hann var á lífi og sagði bara eitthvað svona, bara eitthvað, nei, já, hann segir það ekki, hann er svona vulnerable, bara eitthvað svona, Amy, I miss you. Já, Affleck. Já, Affleck. Já, hann segir það sem hún vil heyra. Já, og það er það sem grípur hann tilbaka. Og atriði þegar hún drepur Neil Patrick Harris. Spoiler fyrir Gone Girl. Já, bara spoiler fyrir öllum myndunum. Nei, já, og bara þegar, hún er í hvítu rúmi, allt hvítt, hún er í hvítum kjól, hann er í hvítu skyrtu. Og þetta er bara svona, svo sker hann og það bara svona, bara svona við tónlistina, svona fade in, fade out, svona maður bara... Brútal, sko. Já, líka svo mikill rauður litur, það bara svona... Og svo þegar þegar hún kemur heim og tekur svona fall á hann, bara eitthvað svona, you're home, og svona, og hann bara eitthvað, you bitch. Segja hann ekki, you fucking bitch. Jú, og svo er hann bara alltaf, hann alltaf bara eitthvað svona, ég ætla að fara frá þér, hún bara, þú getur ekki, ég er ólétt. Þú bara, þá ætla alltaf þú bara, En þá verð ég að spyrja þig. Ég talaði um þetta í Fincher þættum, hlustar á. Já, hlustar á. Þá veistu kannski hvað ég er að spyrja þig. Hvað finnst þér þá í rauninni endan? Af því þegar þú sér, þú getur ekki ófrísk, en hann var samt búin að vera með henni, held ég einhverja 6 vikur, áðan að kennst það ófrísk. Já. Varstu að kaupa það? Já, ég keypti alveg, sko. Og það truflaði ekki neitt? Nei, mér finnst það ekki, sko, en mér finnst það enda mjög vel, sko. Það var bara svona, ég get ekki farið frá barninu, bara ég get ekki skilja eftir með þessi crazy gælu, skilurðu. Og, systir hans að grátbeðið að fara, skilurðu, og ég var bara svona, þetta er geggjaður endir, það þarf ekki alltaf enda vel fyrir gæði sem var veitlega að fara með, sko, hún vinnur, hún vil enda hún Amy Dunn. Já, og maður svona, oh, you bitch, bara eitthvað svona, poor Affleck, bara eitthvað svona, en mér finnst það bara svona yfir, bara, hún hélt mér allan tíman, þetta er flott mynd. Svo kemur Tyler Perry inn í þetta, smá svona komik, hún er smá fyndin líka, hún er með smá, þegar hún er að undirbúin að kasta jellybean í hans, hún er svona eitthvað, no, try again, og hann svona grípur alltaf eitthvað svona milli. Ég verð þá að koma inn á eitt, þú með Gone Girl, við erum aðeins að ræða hana og þú nefndi Tyler Perry. Ég held nefnilega ég hef ekki nefnt hann í Fincher þættinum. Og ég finnst smá bömmir yfir því, af því að Tyler Perry finnst mér mjög skemmtileg leikari. Finnst hann góður leikari. Hann er heldur flottur í Gone Girl. Þannig að shout out á Tyler Perry. Klálega,
Ég horf ekki mikið á þess að Madea eitthvað. Nei, ég reyndar nenni kannski ekki að sjá það. Nei, en ég mun okkur sjá hann meira svona atriðum. Eða svona myndum. Þú veist, hann leikur þennan karakter sem er bara svona eitthvað, I'm a lawyer, expensive, eitthvað svona. En samt alveg, cool, Já, cool kaupir guy. hann. Hann bara svona, I have to get on this case. Og hann bara vissi að þetta er crazy gælla. Og líka bara hvernig, sko, hún planaði allt. Bara svo fóði viti endur, hún var búin að, bara 2 dögum, hún bara búin að skrifa upp alla söguna þeirra. Hend inn eitthvað svona rétt svo kveiki í. Mér finnst líka, ég er svona, ef ég væri lögga, ég er bara svona, þú veist, það hún smá kveikt í henni. Ég var bara svona, myndur ekki vera hérna og horfa á hann alla brenna í burtu, þú veist. Jú, en var ekki löggan líka að pæla bara svona, af hverju er dagbókin hér og... Já, hún var líka svona... Hann á að fara að gruna eitthvað, minnum mig. Já, og það var svona, hvað, veist, hún fannst allt svo skrítið, allt eitthvað svona, og hún var líka í endan, þessi kona... Aðallöggan. Já, hún var bara að trúa honum, hún var bara eitthvað... Já, þau gátt bara ekki sanna þetta, nei, eitthvað. Hún var bara eitthvað, I have to lay down, eitthvað, veist, algjör bitch svona í endan. Ég fór yfir í hata hana, bara í enda myndar hana, sko. Ég bara, oh my god, ég spá svona respektaði smá hvað hann gerði. Svona, já, ok, flott hjá þér, en ég alveg hataði. Hún allavega tjúlaðist þegar hún kom staði að hann hefur haldið framhjá. Já, hún allavega bara, og líka það, þú veist, þegar ég sá það, hann svona horfur út, svona, er með síma sinn, og kannski, I'm here, hún horfur út, og svona til hliðar, og svo hleypur hún inn, þá er bara, nei, nú ertu búin að eyðileggja allt. Bara ef ekki kemst að þessi, þá ertu bara dauður, sko. Og líka með svona cool að, þú veist, hún planaði að, þú veist, þau búa í, Wisconsin eða eitthvað svona dót, og það er death row í Wisconsin, og þau var bara svona, þeir áttu að síðan bara svona, oh, shit. Að hann hefði ekki verið tekinn að lífi. Já, og það bara, þú veist, hann hefði verið gert það að hún ekki komið tilbaka. Já, pottet. Hann hefði ekki sloppið, maður. Þetta leit svo helvítið út fyrir hann. Já, líka, það benda líka við hvernig hann hagaði sér, veist, hvernig þannig þegar þau komið til hans, svona fólkdrarnar, var eitthvað Amy Dunn, eitthvað missing.com, eitthvað svona, og svo gefur hann eitthvað, yeah, please, find my wife, og segir bara eitthvað svona gett, svona döft eitthvað, fyrir svo að myndina á hann og svona brosir eitthvað, maður bara svona, gaur, veist, þú ert alveg svona, suspect number 100, veist, þú ert nummer 1 og síðan næsti er bara nummer 50, sko. Veist, það er enginn að fara að koma að snála þér. Og svo oftast með svona glæpi víst, er það víst, oftast er þetta eiginmaðurinn. Já. Skilur. Og ég held að það sé bara, víst, og ég hef rögga, ég hef alltaf bara, já, hann gerði þetta, þú sé hvernig hann er akta og hvernig hann er, þú veist, bara. Það bent allt til þess að hann hefði gert þetta. Já, hann var ekkert góður eiginmaður. Hann var að beitin ofbeldi og... En er það sant? Var það ekki bara það sem hún sagði í dagbókinni? Ef hún sagði í dagbókinni, jú, það er það rétt. Við vitum ekki alveg víst, er það ekki rétt munið hjá mér? En það sést náttúrulega hann á hrindinni og hann svona horfur á hann eitthvað, hann reiðis augum og... Nei, var ekki voiceover? Var hún ekki að lesa úr dagbókinni? Við fáum bara að sjá það sem hún er að segja í dagbókinni. Nú er ég bara... Mér minnir það ekki rétt að ljósa myndina. Jú, það er heldur rétt fyrir, sko. Það er svo mikið, að því að hún byrjaði að narrata myndina og hún segir eitthvað, við kynntumst þarna og svo eitt skipti þá gerist þetta og við fáum að sjá það. En vitum við hvort það sé satt? Ég held að hann hafi aldrei lagt hendur á hana. Ég held að hann hafi haldið fram hjá henni, það er alltaf staðrið, við vitum að það gerist. Já, við sáum það. Og hún brjálaðist. Já. Og hann var líka að eyða peningum hennar, hann var bara að lifa á henni. Hún var átti eitthvað ríka fóreldrar sem skrifa bók hana og hún var bara eitthvað moldrík, eitthvað skrifa nokkað bækur, lifði hann út af mamman sveiktist og það var bara svona, Ben Affleck í þessum mynd var algjör aumingi, sko. Það er ekki tikið frá honum, en hún, hann var aumingin og hann var bara svona... Þetta var bara toxic samband. Toxic, þetta var bara... Ég veit ekki hvernig maður getur orðað þetta öðruvísi, það er eitthvað verra orðin toxic, sko. Þau áttu hvort annars skilji. Já, í endan. Þetta barn verður eitthvað skemmtilegt. Segja það, Alex. Já. Herðu, áður kemur næstu mynd. Þú komst með söppukökur. Já, fá okkur eina. Já, eina. Ok, klárum pakkan. Nei, við ætlum að taka upp eitthvað skemmtilegt svona TikTok-vídeó eftir þáttinn. Já. Þannig að við skulum verðum ekki eiga eitthvað eftir. Jú. En ég ætla að fá mér söppukökur í henni blæðir. Ég er bara fíkill í þetta. Og ég segja myndina á meðan. Ok, reynum að passa að smjata ekki mækin. Annars er ég skammaður. Og ég segja hver leikstirinn og þú getur gíska. Viltu prófa það? Hvað er með það? Veitu númer hvað er þetta? 6. Ok. Martin Scorsese. Ég ætla að giska að þetta sé Wolf of Wall Street.
ég þóla hann, eða svona persónulega, ég þóla ekki, eða mér er svona góð mynd, en ég bara svona, þetta er svona, hvað er maður að kalla þetta, fuckboy mynd, einhvern veginn svona, bara eitthvað, ég ætla eignast pening, eitthvað. Já, þú fílar henni ekki bara svona típur og eitthvað. Nei, mér finnst líka bara Jordan Belfort, hann er bara svona, hann var að byggja sig eftir þessa mynd, hann er bara geggja gæi með TikTok-gangið sinni, I'm gonna teach you how to make money, I love drugs, eitthvað svona. Algjör naðrama. Bara algjör fáið tíma, bara svona, gauður, farðu. En þetta er svona, hann má eiga það svona. Það er perfect. Þetta er góð sölumæður. Já, hann er góð að það. Og líka bara Leonardo DiCaprio. Hann er perfect í þetta atriði. Allir í myndin eru mjög góður í atriðinu. Ég held kannski að það var alveg því að hún meira svona mínu tíma. Já, það er rosa orkin, hún er rosa hröð, rosa skemmtimynd, fyndimynd. Mér finnst ótrúlegt að svona gamalt kall gerði svona mynd, eins og við sagðum daginn, mér finnst bara að hann hélt uppi stemmingunni í myndinni einhvern veginn svona allan tíman. Hún er hvað, hann er næstu 3 tímar eða eitthvað. Hún er allan tíma bara búf. Það er aldrei dauður svona. Scorsese er 70 ára eða eitthvað. Hvernig gera hana? Ok, Scorsese mynd, ekki Wolf of Wall Street. Gísk eins og enn? Já. Ég ætla að ná þessu. Shutter Island. Goodfellas. Ég skal vera hint. Viltu hint? Já. Þetta er fyrsta Óskarsverðlauna myndin hans. Racing Bull? Nei. Var það ekki Óskarsverðlauna? Ég held ekki. Kannski er ég að fara villust. Nei, ég held að það sé fyrsta. Ekkert eitthvað svona, gerði hann ekki myndina Jesus Christ myndina eitthvað? Nei. Var þetta ekki hún? Nei. Þú ert að smega því mækinn núna, alveg. Ég heyra því með headphone. Já, sorry. Martin Scorsese, fyrsta Óskarsverðlauna mynd? Ég held það. Já. Departed. Jú, það er rétt sér. Jú, það var ekki frækt að hann var ekki búinn að vinna Óskar eða eitthvað. Svo fyrir hann þessa og ég bara skilur mig vel. Þetta er bara mín besta, að mínum að þetta er besta Martin Scorsese myndin. Ertu búinn að sjá það, eins og allt sem ég nefndi, Shutter Island, Goodfellas, ertu búinn að sjá það? Já. Og Departed er í meira uppáldi hér. Mér er bara svo skemmtileg twist og svo skemmtileg saga. Það er gæi sem er úr löggu, fjölskyldu, neðan sem er krimmi, úr krimmafjölskyldu. En veistu þetta er endingar? Já, er þetta ekki, hvað heitir myndina þér? Infernal Affairs. Já, frá Hong Kong. Jú, alveg rétt. Já, þú vissi það? Já, ekki áður eins og myndina samt, en eftir þessa myndina. Mér finnst samt Departed betri. Já, hún er eitt af þessum fáin sem endingarnir sem er góð. Já. En já, hvað er svo skemmtilegt þessu mynd? Hún er bara svo, bara eitthvað lögin í myndinni, I'm shipping up to Boston. Það gerist í Boston þessi mynd. Og líka bara svona, það er bara svona, það er svo skemmtilega eitthvað svona soundtrack í myndinni. Og líka hún er bara svo, allir karakterir í myndinni er svo góðir. Ég elska líka Mark Wahlberg í myndinni. Hann er geggar þessa mynd, sko. Og líka, Jack Nicholson. Hann er, það er allir double life, hann, sko. Jack Nicholson er gæi aðal mafíubossinn sem að vinna fyrir FBI. Matt Damon vinnur á löggunni, vinnur fyrir Frank, eða hana. Og svo er, Leonardo DiCaprio sem vinnur hjá löggunni. Nei, og hann er, lögga. Og þetta kemur alltaf vel saman. Ég elska líka þegar hann nær honum, þegar þeir loksins búin að, þegar hann fattar að Matt Damon er í löggunni. Og nær rétt honum og hann er búin að eyðileggja líf sitt náttúrulega, hann er búin að eyðileggja nafn sitt og hann nær honum og er búin að kýla hann í klessu og er eitthvað svona fuck man, og Matt Damon eitthvað í liftinni, svo bara Leonardo DiCaprio er svona gett svona æstur eitthvað og sem opnast fyrir liftuna og bara bang, beint í hausinn honum. Headshot. Já, og ég bara wow, hvaðan kom þetta? Þá var bara hini gæjan er eitthvað hana. Þá var þeir eitthvað undercover líka og hann bara eitthvað, ok, nice, og bara skýði hann á líka. Ég bara svona, ok, á vinnum Matt Damon. Nei, svo kemur Mark Wahlberg enn með þessa húfu, hanskana og bara svona, ok, listen man, svo bara skýtur hann, labbar út. Var hann ekki líka með eitthvað svona yfir skónuna? Jú, það var í svona sundlegar. Já. Og hann líka bara svona, nýg búin að vesla, vill ekki bara vera, hvað er það, Vera Farmiga? Já, hún með þess að bara geggi sem mynd. Já, alls bara. Hún er bara, hún var til mjög Hawkeye. Já. En já, ég... Mömmu hana. Mömmu hennar. Mér finnst hún aðeins þessa mynd. Og bara, hún aukveitir hann sé, the rat.
og mér sko geggjað, þú veist, hann keypti þessa íbúð í byrjun myndarinnar til að sjá kirkjuna og svo í enda myndarinnar, þá var kirkjan, þá var labba rotta yfir, maður var svona Martin, you've done it again. Helvítis rotta. Já, og líka bara hún svo, þú veist, ég veit ekki, hún líka gerist á svo löngum tíma, þú veist, hann búin svo lengi undercover, hann Leonardo DiCaprio. Ég man ekki, kemur það fram? Nei, ég held að kemur ekki, en hún, jú, það yfir 5 ára, þetta ógeðslega langt, sko. Ég var þetta svo langur tími. Ógeðslega langt. Það er svolítið síðan í sátupartið. Já. En þetta sko, það var líka cool, alltaf, það var eitthvað svona, í 5 atriðum áður en allir deyja, það var X hjá þeim. Hörðu, ég sá það á netunum daginn. Já, það er eins og, þannig að Leo það kemst það er rotta í löggunni og hann veist, segja við hann Martin Sheen-karakterinn, sem er geggjær þessa mynd, og hann segja hann bara there's a fucking rat, og þá er X fyrir bakvið hann, eitthvað svona, og svo er Matt Damon þegar hann að tala hann fer að vita að það er hann veist, informant hjá Frank, eitthvað svona dót, þá var X hjá honum, og svo líka hvað þegar Jack Nicholson, þegar hann er í einhverju dóti, þá var líka X fyrir bakvið hann. Það er cool. Það er mjög cool, það er svona foreshadowing í lokin einhvern veginn. Ég þarf að tjekka því næstu horfana, því ég vissi ekki að halda þetta getur. Nei, mér finnst hún bara, veist, Goodfellas náttúrulega er svona close second. Goodfellas náttúrulega bara geggjum mitt, bara atrið eitthvað, ever since I remember, I want to be a gangster, og bara bara kemur hérna lægin, það er bara svona, wow, svona iconic atrið. Gæðug. En mér finnst það cool í þessari, bara, veist, byrjun atriði, þeir er bara hana, veist, þeir eru svona að segja við hann, bara eitthvað, við vitum að þú ert frá krimma fjölskyldu. Bara þú veist, bara við viljum ekki eitthvað, en við viljum setja informant. Hann bara eitthvað, ok, bara við erum 1-2 sem vitum að þessu, og svo kemur bara hana að Shipping of the Boston Light, bara og bara svona kamera fer bara svona á einhverju trakkjóli, og það er svo cool að það er svona kött yfir á Matt, Leo, og bara fara svona milli og bara svona sagan, hann fór í fangelsi eitthvað í 6 mánuði, og ég bara svona, ég vorkenndi svo Leo eftir myndina, þú veist, hann fór í gegnum þetta allt fyrir að láta nafnið sitt bara hreinsa í burtu, hann var bara algjör krimmi í endan, og dó hann, og ég bara svona, ég kall greið, bara svona, þú átt svo miklu meira skili, hann hjálpa löggunum svo ógeðslega mikið. Og líka svona eins og þegar þeir drepa Martin Sheen karakterinn í myndinni, og hann hleypur niður hann og er að hlaupa í burtu, og kemur svo, hittir á, og einn gæðin svona, þú veist, tekur eftir þessu eitthvað, I'm sorry man, hann bara eitthvað, what, I told you the wrong address, og eitthvað svona, og hann segir svona, but how did you know we were coming here, og það er svona, hann bara svona, horfur á, og hann er að deyja í sófanum, og ég bara svona, ok, þarna er eitthvað að gerast, en svona bara deyjar hann, og mér finnst það svo geðveitt cool. Var hann ekki líka undercover? Sá gæi? Það var eitthvað, það var eitthvað svoleiðis, eða einhver annar karakter, ég man ekki hvernig það var. Nei, ég man ekki hvernig það var. Mér finnst það cool, að þegar einhver þögginn hún er að skrifa Citizen, og hann eitthvað, no, eitthvað, þú skrifa þetta ekki svona. Já, skrifa þetta ekki rétt. Skrifa þetta rétt, svo er hann svona inni, þú veist, hann er að klíra, þú veist, hann að taka hann að gefa honum nafnið sitt tilbaka, og hann sér þetta, og hann hleypur út, og svo er að hann kemur einhvern, ok, everything's ready, og sér bara blæðin, þá bara fer hann aftur inn, delete, hann var ekki til, hann var aldrei í löggunni, og ég bara svona, bara nefnir eftir, og ekta smá út, náðu hann svo sittna, það bara hefur verið geðveikt, sko. Sorry, ég er búið með 3 kökur, held ég. Jaha, ég er ekki þessi hálf. En ég Departed. Þetta er geggjumid maður, Departed. Það er líka, ég sá alltaf coverið, veist það bara svona, The Departed, bara svona í stafinu, og þeir svona fyrir bak við hann, Leo, Matt og Nicholson. En mér finnst bara, veist, Mark Wahlberg, Alec Baldwin, Martin Sheen í myndinni, gera myndina svo miklu meira. Þetta er svo flott cast, maður. Já, og líka hvernig svona, veist, hún er svolítið svona, hún líka svona myndar fyrir svona niður einhvern veginn svona eins og í Wolf of Wall Street, hún er svona, hún tekur svona alltaf svona skringar sveigjur einhvern veginn, og líka Alec Baldwin og Mark Wahlberg blóta svo mikið í myndinni, og ég elska eitthvað how's your mother, eitthvað just like your sister, eitthvað I fucked her, eitthvað svona, og þeir eru bara svona að skjóta hvort annað, samt að bara góði vín, og ég var svona, þetta er geggja. Það er svo skemmtilegt. Já, þetta er líka svona, þú veist, þetta er svo öðruvís heldur maður séð, þeir bara eitthvað svona skjótandi á hvort annað, með svona, þú veist, þeir bara fuck you, og bara svona, þú veist, þeir eru bara þessi gæjar. Go fuck yourself. Já. Það er endalaust. Já, og svo eins og þeir voru að taka bustið á Frank, eða átt að busta, að hann náði að senda Matt Damon að vera að koma, og hann er svo stressaður hann, Alec Baldwin, hann er eitthvað, do you want a cigarette? No, you don't smoke, don't smoke, fuck yourself, eitthvað svona, og lágur byrtu, og hann svona ekki stressað, tegur sígarettan eitthvað, og er svo spenntur, og svo geggja aðri. En svo Departed,
Þú sást hann ekki í bíó? Nei. Nei. Þetta er eiginlega bara svona myndir sem að, jú, ég sá þessa, já, það er ekki langt sem ég sá þessa. Það er kannski svona 1,5 ár síðan. Ertu mikið að horfa á myndir einn? Ef ég horfa á myndir við vinum mínu, þá erum við að horfa bara svona þessu, einhverja svona, bara Pauly Shore myndir eða eitthvað svona, þú veist, bara svona myndir sem bara eru eitthvað algjört drasl. Já, þú ert ekki að horfa á eins og bara Prisoners, eitthvað svona þannig myndir. Það kemur fyrir, en ef ég er að horfa svona, allar þessar myndir, ég held að horfa allar prestar um eitt, sko. Já, þú horfa á einn? Já, til að fá svona, alveg svona geggja experience. Enginn að truflaði og... Enginn að truflaði, ég vil líka setja bara síma til hliðar, bara, ég er með svona 2 tíma. Almennilegt, ánægð með þeim þær. Það er líka, þú veist, þótt ef ég sé myndina, þú veist, og ég er ekki með vinum mínum, og það er ofta skrýmyndir eða eitthvað, þá er ég bara, þú veist, að sleggja kapal eða gera, klára eitthvað í símanum. En þegar ég er svona myndir sem bara svona, grípa mig, já, alveg stöf, þá er ég bara, nei, nú býðið þú. En eru svo vinir þínir, eru þeir miklu kvikmyndaáhugamenn líka? Já, þeir eru alveg, sko. Við horfum alveg á myndir mikið saman, veist, með myndum. Og þeir spjallir mikið um myndir og... Já, veist, þeir eru allir, held ég bara, Nolan, bara fanboys. Og ég er bara svona... sorry, alla myndirna sem er góðar. Veist, hann er bara æðislegu leikstjóri. Flottur leikstjóri. Já, en ég er bara svona, gaur, róum okkur. Veist, Dark Knight er ekki nummer 1, sko. Veist, bara svona... Hver er uppáðst leikstjórinn þinn? Þú fyrir að segja það, ef þú fyrir að heyra. Ok. Hann er með nummer 1. Ok, það ekki segja mér það, fyrir að kemur að því. Ok, Departed, nummer 6. Hvað er með nummer 5? Þetta er bara, já, Ferris Bueller. Ferris Bueller's Day Off er nummer 5 hjá þér. Já. Mér finnst hún bara svo, hún er áhugavert. Líka, það er John Hughes, hann gerir myndina, hann skrifa hann líka. Þetta er svo auðvelt hugmynd, en hann nægir að gera svo vel. Sjarmi maður. Já, og líka bara, þú veist, hann og Matthew Broderick í myndinni, og Alan Ruck, þeir eru bara svo góðir saman líka. Og, þú veist, hann er eitthvað veikur, eitthvað, vill ekki fara, bara, jú, kóttu maður, eitthvað, ég er að beila á skóla verið þetta, bara, eitthvað, þú verður að koma. Og, þú veist, þetta er svo, þú veist, eitthvað gaman, hún er bara eitthvað svona, þú veist, 1:40 eitthvað, hún er ekki eitthvað, þú veist, hún er ekki yfir 2 tímar. Mér finnst hann allan tíman, eins og ég bara, nei, þú var að drífa þig heim. Þú veist, ég er bara horfinn í klukkutíma, ég er samt bara, gaur, þú var að drífa þig heim. Mamma og pabbi voru að koma heim, sko. Það er svolítið síðan ég sá Ferris Bueller's Day Off. Var þetta ekki betur bara gæði sem var skróp í skólanum þar? Jú, og bara var að skemmta sér. Var eitthvað hann niður í bæ, eitthvað, Dankeschön, var eitthvað að syngja. Og það var ógeðslega skemmtileg mynd. Og við líka bara svona, þú veist, hann að Alan Ruck eitthvað segja bara, þú veist, hann líka bara eitthvað svona, það er alltaf gett erfitt, eitthvað, foreldrar mínir búast við öllu frá mér, eitthvað svona, þú veist, ég má ekki gera neitt heima, þú veist, hann líka býr í einhver svona skógi, eitthvað svona, yfir einhverju svona, þú veist, einhver ógeðslega flottu nýtísku húsi. Og svo er hann á Ferrariinu með pappans, það var ógeðslega skemmtilegt, þú veist, þegar hann er að koma og er að leggja honum og vel hann að taka bílinn. Þeir fara bara eitthvað að skemmta sér, endast á bílnum eitthvað. Ég maður svo lítið eftir þessum mynd. Nei, og svo þeir eru búin að vera eitthvað keira út allt og bara, þú veist, kílómetrumælirinn bara að fara ógeðslega hátt upp. Þeir eru búin að vera allan New York eitthvað bara í, þú veist, 5 tíma. Var ekki eitthvað stelpa með þeim líka? Jú, kærast hann að Matthew Broderick í myndinni, Ferris. Eða hann að kærasta Ferris. Hver leik hana? Ég man það ekki. Hvað er það? Nei. Alveg svo glemdur að skrifa það niður. Já, ég veit það, ég glemdi, en ég skrifaði bara, ég skrifaði Jeffrey Jones, mér finnst hann ógeðslega skemmtilegur í myndinni. Það er skólastjórinn. Var það kennarinn? Já, skólastjórinn. Alltaf var hann á honum eitthvað, come here, eitthvað svona, en samt svo skemmtilegur. Ég elska sem leikara Jeffrey Jones. Ég heldur að hann sem ykkur á vafa sem var 40. Jaha. Ok. Mér minni það, man ekki alveg hvað var. Þorki segja til það. Ok, Ferris Bueller's Day Off. Það er John Hughes mynd. Er það ekki? Leikstjórinn gerur glæð líka? Jú, hann skrifa á leikstjóri. Hann skrifa á leikstjóri. Og þetta er líka bara svo auðveld mynd, þú veist, pælir ég, þetta er bara mynd sem var... Akkur framleiðir ekki fleiri svona? Já, þú veist, þetta er líka bara svo skemmtilegt, það er bara einhverjir 2 vinir og kærast hana 1 vinur síns, þau eru bara eitthvað fara út New York, fara eitthvað listasafn, eitthvað dansa þennir í bæ, og þetta er bara svo skemmtilegt. Eru gerað svona myndir í það? Ef það eru gerað svona myndir, það var að fara alveg yfir hausunum mér, sko. Það er bara, þú veist, það er kannski bara eitthvað svona í Bíóparadís, þú veist, Licorice Pizza, þú veist, eitthvað svona til hliðar. Ég held að það sé kannski svona... Er það svona mynd? Ég hef ekki séð Licorice Pizza. Nei, ekki heldur. Ég veit það ekki. Þetta er bara svona grín, eitthvað svona úrlinga, dót, eitthvað. Já, og líka svo, þú veist, það var allir dreymt að skrópa í skólanum. Það vilja allir gera það. Vilja allir gera bara eitthvað skemmtilegt. Það var allir gert það. Og þetta er svo perfect mynd, það er bara, þau eru bara svona, ok, gerum það. Og, þú veist, allar ekki eitthvað, oh, you listen to me, sir, eitthvað svona að tala við hana Jeffrey Jones í símann, oh, sorry, eitthvað svona. Og þetta er svo, þú veist, það fittar allt svo vel. Hefur þú skrópað í skóla? Ég? Já, ég hef gert það. Já, ég hef gert það.
Ég man ennþá fyrst sem ég gerði það, því ég var mjög samviskusamur nemandi og ég gerði þetta var í framhaldsskóla. Já, ég líka. Ég gerði aldrei í grunnskóla Nei, það er ekki hægt, sko. Nei, það er bara. Það er bara 6 tölvupstur heim, sko. En já, einmitt. Ég man þegar ég gerði í framhaldsskóla og það var með félagum mínum. Bara hvað ef ekki bara að skrópa? Ég skrópa, er þetta eitthvað klikkað? Þetta er óslega gaman, þetta er svo spennandi. Já, en mér fannst samt bara svo heimurinn minn bara hreinja, ég myndi gera það. Ég man þegar ég gerði það, loksins, skrópaði einu sinni og heimurinn hrundi ekki. Nei. Það var bara eitthvað svona, þetta er alveg... Þetta er næs. Þetta er smá... Ég mælst þetta ekki með þessu. Nei, maður áhalds í skóla. En já, ég er klárað sammála. Þetta er líka bara svona, veist, ég veit ekki, bara í gegnum myndina er ekkert svona, þú veist, það er enginn eiginlega ekkert svona sagabeint. Hún er bara svo, þú veist, hún er svo skemmtileg. Hún er bara svona, þarna er bara strákur sem er bara að skrópa og hann er bara að hafa gaman. Og svo enda myndan þegar hann hlaup í gegnum alla garðana og, þú veist, er svona, þú veist, þetta fræga sequence, þú veist, fullt af myndum að nota þetta. Og þú veist, það er svo gaman, hann er svona hlaupandi og hann er líka svo mikið svona kvennabósi. Þannig að hlaupa hann og hleypa fram með stelpunum sem er í sundi. Hann er eitthvað, hey girls, eitthvað, og svona fattar hann að hann þarf að hlaupa. Og hann kemur rétt svo heim áður en, þú veist, pappan skefur heim. Jeffrey Jones er búinn að skýta sig allan út og er búinn að koma og svona finna hann saman með systur hans. Ég þarf að vera aftur hana. Já, ég mæli með því, hún bara, þú veist, mér finnst þetta bara best svona úlingamyndin. Ég átti hana á Waffa S þessum tíma. Hvað er það? Ekki DFT. Ég er líka, Ég átti hana á Waffa S þessum tíma. Ég átti hana ekki á DFT, minnir ekki. Ég þótt alveg vænt hana, ég þarf að reyfa nefn. Það er svolítið síðan, já, ég hugsa því svona 15 sem ég sá hana. Ég held þessi fyrsta myndin sem er svona með post-credit sín. Leikur svo skemmtilega, hann tala við okkur, hann lætur okkur vera partur af deginum hans. Og hann er alltaf að keyra og svona tala við okkur. Alveg rétt. Og svo er hann svona hann brýtur fjórða veggi. Já, og hann líka alltaf að segja svona, hann liggur upp í rúmi eitthvað, the 4 best things to do on a day off. Eitthvað svona, hann nefna eitthvað dót, veist, hann nefna svona fullt, og hann tala við okkur, lætur okkur að partur af. Róslega gaman. Svo ég enda myndin hennar, þú veist Deadpool. Hann enda alveg eins myndina sína. Hann er í sloppnum hans og hann labbandi eitthvað, what are you waiting for? Eitthvað, nothing going on. Go home, eitthvað, have fun. Og svona, var það í Ferris Bueller? Já, hann endar þess að myndin þess að hann er að tampa sig og svona horfið fram, þá var myndavel, hann svona eitthvað, the movie is over, you go home, eitthvað svona, veist, ég var að segja bara við baka, veist, það er ekkert meira. Veist, bara eitthvað. Shit, ég þarf að reyfa hann upp maður. Þú ert búin að selja mér að tjekka á hann eftir. Já, hún er ógeðslega skemmtileg. Þetta er líka bara mynd sem snýrst bara ef ég maður er, bara einmitt, það var gaman. Já. Og hún er alveg nummer 5 hjá þér. Já. Áhugavert, nú er ég bara að pæla, þú veist, þessum mynd nummer 1, hvort það sé eitthvað svona Prisoners mynd eða Ferris Bueller's Day Off. Ok, hvað er nummer 4 hér? Inglourious Bastards. Ok, er það eina Tarantino myndin? Já. Ok, það er eina Tarantino myndin. Ok, þannig að hann er ekki upp á sleiksturi. Tarantino? Hann er upp þér. En þú sagði upp á sleiksturi væri með mynd nummer 1 hér. Ok, Inglourious Bastards. Ok, ég verð að segja að Tarantino er upp á sleiksturi minn. Er það? Já, ég get hort á alla myndirna hans og mér finnst það alla frábærar. Ég horfði á Death Proof fyrir eitthvað svona árið síðan. Ég held að það var bara svona eitthvað geðið skrítin mynd. Ég horfði á hann, ég bara svona ok, hann tók þessa leið ég fíla þetta alveg. Þú veist svona, mér finnst það cool hvernig hann gerði myndina. En já, ég held að ég verð að segja Tarantino nummer 1. Ég ætla bara að segja það núna Tarantino nummer 1. Ok, þú ert búin að bakka. Ég er búin að bakka. Og það er bara það kemur ljós. Ok, Inglourious Bastards geggjumynd. Já. Besta myndin hans? Já, mér finnst það. Það er bara út af Waltz. Já. Waltz er, hann mætir. Hann bara, þú veist, ég byrja myndar hennar og líka hann er svo hann talar svo mikið af tungumálum. Maður bara, hann mætir hann og það er líka sem fíla myndana hún er á þýsku, frönsku, ítölsku. Hún er á öllum og líka ég þól ekki ég held að það væri Red October sem byrja að tala eitthvað rússnesku og svona svissa einhvern veginn svona yfir í. En þú fílaði ekki? Þú veist, ég skildi alveg, þú veist, svona cheap way out, en ég vildi fá svona bara, þú veist, gefa mér bara, þú veist, leiðum bara að lesa textan, skilur við, leiðum bara að fá bara alla, þú veist, söguna. En Amerikanar? Nei, þeir fílaði ekki. Nei, þeir er ekki að lesa. Nei. Ég held að bara líka, þú veist, bara þjóðverðar og frakkar, þeir döbbalt, þú veist. Já, ég er sammálaður, ef ég er að horfa mynd og það er einhverjir sem er bara frakkar að tala saman. Alex er að þú veist að fara á langt frá mæknum svo heyrist ekki smjaka. Leggast á gólfið frá meðan. Leggast á gólfið. Ef ég er að horfa mynd og það er einhver 2 franskir að tala saman, þá vil ég eiga að tala frönsku, þetta eru 2 frakkar, eða whatever, skilur við, 2 svíjar eða eitthvað að tala sænsku. Auðvitað vil ég það, mér finnst það alltaf skemmtilega.
Mér fannst það alveg lúmst hvernig gerði í Hunt for Red October. Það var svona... Af því þeir eiga að vera að tala ennþá rússnesku. Já. Skilur þau? Ég er það, veist, já, ég skil alveg okkur ég gerði það. Og mér finnst það svona, þú veist, það virkar. En þú vilt frekar náttúrulega bastarslegina. Já. Fólk tala bara sitt tungumál. Þú veist, og líka bara hvernig Christopher Waltz, hann er svo mikil, þú veist, hann er svo mikil karakter í þessari mynd. Hans landa bara, ég las einhvern tímann að hans landa átt að vera, þú veist, ykkur annar, Leonardo DiCaprio eða eitthvað svona. Já, ég held að eitthvað svona smá komið til greina, en samt ekki. Ég er svona, ég veit ekki alveg með það. Og það því, hann er svo, þú veist, eins og Jamie Foxx tala það, hann, þú veist, þegar hann er að leika, hann er, þú veist, ég brjóta saman þetta, pappir hérna, setja hann í vasan, hann leikur allt, þú veist, hann er bara svona, þetta kemur svo náttúrulega fyrir honum. Og þegar hann kemur hann og er að tala frönsku við hann, svo bara spyrir hann hvort vil tala ensku, það var svona náðir saman einhvern veginn. Og bara byrjun á atriðið. Ég bara, þú veist, þetta atriði, þetta greip mig bara strax. Og bara þegar hann kemur í húsið og gæinn svo stressaður, bara horfir á hann. Þeir stelpun að fara út eitthvað. Þarna var ég bara seldur strax. Bara til eitthvað 10 minúta langt vídeo, bara, þetta er bara stuttmynd byrjun á atriðið, sko. Brjálað atriðið. Og allir líkandi fyrir neðan eitthvað, haldur hann munnin, bara passa ekki neitt í sér. Og veist, hann eitthvað svona reyna eitthvað að þykjast vera bara venjuleg bóndi eitthvað. Og hans landa veit allt. Veist, hann kemur inn í húsið, hann veit að eitthvað neðan, veist, hann veit að það sé einhver hana. Og hann er bara eitthvað hann að drekka mjólkina og eitthvað, it's like a reward eitthvað, veist. Og bara að gegga þér við dagar að drepa Er ekki pípur sína? Já, eitthvað svona, byrja að setja Jóni og það, veist, líka það er svo cool. Hann lætur það svo virka svo vel, hann tekur hann upp eitthvað svona, heldur honi í, þú veist, tekur hann sér og eitthvað svona og býður honum og eitthvað svona, og maður bara svona, vá. Og svo bara gerum alla myndina. Þegar, þú veist, þeir eru hann inni á veitingastanum og Susanna er með hann að Daniel Brühl-gæðinum, Íslandsvinnurinn. Já, og Símó. Við leika hann ekki bara á Símó? Jú, Daniel Brühl. líka hann íslenska mynd. Hvaða mynd? Ég veit hann léki ykkur íslenskri mynd. Hvaða mynd var það? Kongavörun. Með hann að Gíslaverni. Við leikum saman henni. Það leikur svona einhvern gæja sem er svona wannabe eitthvað flottir. Ég veit ekki. Ok, ég hef ekki séð hana. Og hann svona eitthvað, ég vil bara langar að kynna það fyrir einum gæja. Bara hans landa, þá bara svona bara kemur tónlistin. Og bara svona, þá bara fáið bara svona, þá er hún bara gestressuð. Það er svo geggið mynd. Fæst í gulrótaköku og er eitthvað, og er líka bara Brad Pitt í myndinni og Berju og þeir, veist. Líka bara atrið þegar Michael Fassbender, heitir hann ekki? Michael Fassbender? Já. Fer hana í kjallarann og það að þeir, veist, að þessi hérna, 3, veist, beitir og það sem trigger hinn gæjan, það var ég bara svona, wow, þetta er Quentin Tarantino bara í essinu sínu, sko. Hann er bara svona, það er bara puttan þessi hittamáli. Það er líka, það er frekar langt atrið. Já, það er mjög langt atrið. Endur einhver brjálaður skotbarða og þetta er ekki allir í neyri hann, nema hún, já, hún lifir af. Alveg rétt. Og svo eiginlega bara, myndin enda bara þeir Brad Pitt og hinn hana lifa af þessum gæjum hana. Já. Deyja allir, flest allir í hana. Ég meina landa deyr ekki. Nei, hann alltaf sker hérna í hann. Það var alltaf geggjað. Bara merkjaðu bara. Svo, en ég mér ætla ekki að geggja hana, hvað heitir hana? Það er Eli Roth og svo hinn, hana, ég man ekki hvað hann heitir. Þeir tveir fengu að gera Grindhouse-myndina, fengu að gera litlu atriðinu milli Death Proof og Planet Terror. Þeir tveir, það er Eli Roth og hinn gæinn, ég man ekki hvað hann heitir. Hvað hengur? Er það ekki þannig Rodríguez? Nei, Robert Rodríguez gæði á Planet Terror. En þeir voru sko 2 á milli. Þannig að það var Eli Roth og hann, svo hinn gæinn, ég man ekki hvað hann heitir. Þeir tveir, þeir náttúrulega fara hann upp og eru að drepa gæinn hann og með byssuna hérna á milli og eitthvað. Þeir tveir náttúrulega eru líka Death Proof. Er það leikstur líka? Já, maður gerir líka einhverja litla... Aha. Já, ég held það. Gerði hann trailer fyrir Grindhouse-stöðu? Já, þetta náttúrulega í Grindhouse var náttúrulega að koma eitthvað svona bil á milli myndana og Eli Roth ger eina og hann ger eina. Þeir tveir fengi að gera. Ég man ekki alveg hvernig það var. En mér finnst bara þeir tveir svo cool gæjar og líka þegar hann að let me tell you about eitthvað og kynni Berju inn og hann er svona dunk lemmi. Ég bara, þá var ég bara líka sagan á bakvið þegar Eli Roth og Quentin Tarantino þegar voru búin að Quentin Tarantino var eitthvað pirraður út í hann og sett hann inn og það var okkur 2 tökudagar
og hafa með, þú veist, weights, hann bara hafði svona dimmt herbyggi með eitt svona, var eitthvað að lifta og eitthvað að pumpa sig upp, gera sér sveittan og eitthvað. Svo bara cut, bara eitthvað done for the day, allir heim, og hann var geppirraður, kemur næsta dag, Ílar og fer inn og hann bara eitthvað að pumpa ennþá og, þú veist, bara pitt úti að gera línuna sínar. Og þá bara svona enda dagsins, að þetta senast atriði, og hann bara eitthvað, ok, let's go, og kemur hann út og og þá var hann bara að pumpa sig allir í gang, bara í nokkra daga. Ég veist þetta ekki. Og hann bara, það er líka, hann sagði líka bara, á þessari dúkku, ég hætti ekki fyrir bara allt atriðlega að koma út. Það er hann lemur í hausinu og koma að sjá það. Já, bara þetta er svo brútal atrið. Líka bara Brad Pitt í myndinni, minnst það bara æðislegur. Finnst það skemmtilega í myndinni? Já, Gorami. Það er það smá íkt, en ég er svona... Ég á pínu ert með. Já, ég skil það, en mér finnst hann svo það æðislegur. Yeah. Hvernig varst þér Once Upon a Time in Hollywood? Væntanlega Mér finnst það bara, já, ég fór hann í bíó, tvisvar held ég. Og þið varst það góð? Mér finnst það góð. Mér finnst það bara fín svona hangout-mynd, ég bara, víst. Hver er næst besta myndin hans Tarantino? Ef að Bastards sem eitt, já. Vá. Setjum á spott. Þegar hann stórt er spurt. Þegar stórt er spurt. Já, Kill Bill, held ég. Bara, þú veist. Geggjuð. Geggjaða, við segjum bara... Já, ég hugsa þetta sem eina mynd. Já, en ég bara, já, hún er æðisleg. Svo kemur Perfection. Reservoir Dogs er samt að líka uppi, sko. Þetta er svo marga góða myndir, maður. Django, ég var bara að glema Django. Django líka geggjur. Þetta er svo mikið góða myndir. En Bastards varð efstjóðar. Já, bara, ég er líka svo mikil svona stríðsnörd, eða svona mér fílaði svona stríðmyndir. Og ég var nýbúinn að horfa á Saving Private Ryan, svo kemur þessi, og þessu öðruvísi lúk á stríð. Já, allt öðruvísi. Og bara það að hann, þú veist, ég held að Christopher Waltz, fyrir mér, er mögulega bara eitt besti karakter í hans myndum. Já, hans landa? Já. Já, í sammála. Hann og kannski Vincent Vega, John Travolta. Ég held að ég bara, John Travolta í Perfection með svona æðislegur. Það er geggjað. Reynda líka, Hann er búin að gera svo marga góða karaktera. Já, og líka, það sem ég líka elska við hann er svo góðu penni, hann er svo góða dialoga á mynd. Algjörlega. Hann er kannski, þú veist, ég er til dæmis að lesa núna, ég er hálfnaði með Once Upon a Time in Hollywood. Já, skáldsöguna? Já. Er hún skemmtileg? Hún er mjög skemmtileg, en hún er ógeðslega langdregin, sko. Bókin? Já. Þú veist, þessu Once Upon a Time in America byrjunadrið, þegar hann kemur inn til... Hollywood, ég ætla Þetta er mynd sem heitir Já, ég veit það. Ég er líka mikil Sergio Leone maður. Ok. En, já, og bara það atriði í myndinni, þegar hann kemur inn og Al Pacino segir bara, hann er washed, þú veist, þú ert að leika vondakallin, þetta deyr ykkur mynd og eitthvað. Það atriði er kannski svona hálf, þú veist, ekki einu sæk, svona 1/4 af bókinni. Það er svo miklu lengra dialog og samræður þeirra á milli, bara að tala um einhverja myndir. Það bara, fyrsti kafli er það er mér ekki inn á einhverjum svona veitingastað, það er bara inn á skrifstofuna hans og Brad Pitt situr hann fyrir utan að lesa bók og reyna við þjónustúlkuna, mikill Brad Pitt sem þessi í myndinni, en bara fyrsti kafli, þannig 1/4 af honum er í myndinni, allt hitt er bara þegar að tala um alla myndir frá þessi tímum og ég er með svona kindul, ég var að lesa, ég bara og þú veist, það er svona, niðri er svona prósentutala af hvað er búin mikið að kaplanum þá, sko, og ég bara, hvernig ég búin með 15%? Ég búin með svo mikið, þarna var ég komin, sko, að því að þeir löppu út og hann var gráta eða svona tárast og eitthvað, en það var alltaf ekki í bókinni, það var í bókinni, þá var hann bara svona, hann hljóp út úr skrifstofunni eitthvað og Brad Pitt eitthvað segir bara, I need to go, honey, eitthvað, og það er líka svona meira í því í bókinni, hann er miklu meira svona, fær miklu meira Brad Pitt sögu í myndinni, bókinni. Já, baksturinn á honum. Baksturinn á honum, þú veist, við fáum að vita hvað gerist við konun hans, við fáum að vita hann er að fara, hann elskar til dæmis, hann hatar ameríska myndir, sagði hann í bókinni, hann elskar evróskar, sérstaklega svona með smá erotík, þess að hann fílar að taka, hann sagði í bókinni, hann fílar að taka konur á erotíska myndir, hann var alltaf spenntur að koma heim, eitthvað svona, og það var eitthvað svona skemmtilegt svona, þá veist alveg hvernig karakterinn er, og hann til dæmis í bókinni, ég er ekki komið svo langt, ég held hann býr ekki í RV í bókinni. Nú? Ég held ekki, eða minnir ekki. Ég fór þannig að lesa það. Já, ég mæli með henni, hún er mjög skemmtileg, ég er svona hálfnaði með hana og þú veist, svolítið langt mig eftir, örugglega. Varstu hvað það margar síður, þetta er að risa bók? Ég man ekki hvað langar síður. Og ég veit ekki hvað hann er, ég ætlaði bara með... Já, það er bara Kindle. Já, þannig að þú veist. Ok, einn Bastards var í, hvað, 4. sendi? Ekki? Jú.
Hvað er þriðja? Þetta er Indiana Jones mynd. 3. Last Crusade. Ok, þú valdir hana frekar en Lost Ark? Raiders of the Lost Ark? Já. Ok, af hverju valdir Last Crusade frekar en... Mér fannst það bara svo, þegar ég og pabbi erum svo skemmtilega samband að kemur á bíómyndum og þetta er svo mikið svo feðga mynd, þeir tveir saman. Algjör feðga mynd. Og ég bara svona, þetta er svo skemmtileg mynd líka. Líka þegar fyrst erum við sjáum Sean Connery, að hann brýtur vasan hana og bara eitthvað, oh my god, eitthvað svona, og segir eitthvað svona, are you alright, eitthvað svona, eða segir eitthvað. Og hann eitthvað, yeah, þetta er fine, eitthvað, thank God it's made in China, eitthvað svona, segir eitthvað og kastar þessi burtu. Ég bara svona, þá ertu strax búin að establisa hvernig sambandar er. Já. Við sáum líka svona, þegar River Phoenix í byrjun, sáum við svona backstory hans, þannig kemur inn eitthvað svona, count to 10 in latín, eitthvað svona, og eitthvað svona. En hún er samt líka smá svona witty á köflum. Og maður fær sér líka að sjá að því að Harrison Ford er, þú veist þetta, potið, því að Harrison Ford er með ör á hugunni. Já. Alvöru ör. Svifla sig hann og hann. Já, að láta River Phoenix svipa hann eitthvað fyrir hugun á honum. Mér er það pínu skemmtilegt. Já, mér líka, hún bara svona, og hvernig hún endar svo fallegt, veist, þeir eru búin að fara í gennum allt saman, veist, hann eitthvað hann að, veist, búin að skoti, eða var hann ekki skoti, hann var stungin. Jú, skoti með mig. Já, og hann finnur spotlan, gefur hann vatni, og svo kemur hann að, þú veist, spyrir alltaf hristast og eitthvað, og, þú veist, Holy Grail þetta niður, en pappans bara, þú veist, þú ert mitt Holy Grail, skilur, og það tekur hann upp, og ég bara svona, ég fór bara gæsa, þú veist, verið að hugsa um þetta, ég bara, þetta er svo geggjað, þetta er líka bara svona, ég fílaði miklu meira söguna af Holy Grail, heldur en, þú veist, svona eitthvað nasista, Lost Ark. Ég er samanlega, mér finnst, ég er ekki alveg tilbúin að segja hún sé betra en fyrsta. Nei. En hún er örugglega meira uppáld hjá mér. Já, sama er. Já. En þú ert með hana og Die Hard 3 frekar en fyrstu myndina. Það er pínu gaman. Já. Ég held að það var aldrei skíðað hjá mér. Nei, en ég málega með, þú veist, Indiana Jones, að mínum, bara hann er uppáhalds karakterinn minn, bara svona bíókarakterinn minn. Ever bara. Já. Já, Indy er nummer 1 hjá þér. Já, hann og James Bond svona, kannski svona deila. Ok. Ertu spenntur fyrir 5? Sko, mér finnst sko, James Mangold, mér finnst hann góður leikstjóri og mér finnst hann gera góða myndir, hann gerir Ford vs. Ferrari og Logan og svona. En, come on. Bale og þetta skilur ég veit ekki, við fengum 4, ég er bara svona... Hvað er þessi 4? Það fyrsta Indiana Jones myndir sem ég sá, sko. Já, sástu 4 fyrst? Já, og ég er svona, nei, kannski ekki, ég sá hana, ég veit ekki. En þú væntanlega ekki síðan í bíó? Eða hvað? Nei. Þú ert 7 ára þá hún kemur út? Já, nei, ég sá hana ekki í bíó, nei, hún er ekki fyrsta, það er vilt sem er. Það er Indiana Jones Raiders of the Lost Ark. Nei, jú, það er... Já, heldur þú að séð réttur röð Já, sástu 1 fyrst? Já, svo 2, svo 3, svo 4. Já. Og svo 5. En þú varst alltaf að sjá 5. Já, ég veit það. Ég er alveg spenntur og... Ertu spenntur? Ég er alveg... Eða ertu forvitin? Það er ekki það sama. Nei, ég er spenntur. Ég verð alveg veikana. Ok, þú ert spenntur? Já. Ef ég myndi segja við, herru, ég get reddað bara sýningu eftir. Já, ég myndi það. Já, þú yrðir spenntur. Það kemur fiðringur. Já, ég er bara, wow. Veistu, þetta er bara svona, veist, hann er bara svo geggjað karakter. Æðislega. En, veist, hann var svolítið gamalli 4, en þá heldur núna. Myndur þú vilja að þeir færu svona James Bond leðina, eða Batman, að fá bara hann annan leikarsleikur inn í? Eða viltu bara að þeir gleymi þessu? Þetta er bara búið. Þetta er bara eins og iconic myndi. Hvernig ætlar að toppa allar þessar 3 Nei, 3. Mér finnst 2, mér finnst hún sleppur alveg. Já, það er sem dýrin sem er alveg skemmtilegt. Já, litli krakkinn er skemmtilegur. Finnst þið það? Já. Nei, finnst það alveg? Já, hann er svo... Short round? Já, short round. Mér finnst hann er svona... Ég skil fólk hann finnst hann ekki eitthvað skemmtilegur. En mér mála bara, þegar ég var kannski svona 14 ára ég sá myndina fyrst. Mér var svo skemmtilegu krakki eitthvað. Herra, Indy, eitthvað, og eitthvað svona... Benda eitthvað alltaf með honum og líka fyrsta lagi, hann var að keyra bíl eitthvað svona, þetta meika ekki fyrst mynd. Þegar fannst hann cool? Já, mér finnst 2, hún er alveg skemmtileg, en hún er ekki alls ekki besta aðeins, sko. Mér finnst 3 bara, mér finnst 1 besta, 3 skemmtilegasta. 3 er svona í mesta upphaldi hjá þér? Já. Já, það er ógæðislega skemmtileg mynd maður. Ég ætla að gera eitthvað Indiana Jones þá er að fara að stýpir í þér og horfa aftur á þér. Ég ætla svolítið síðan ég ætla að horfa það reglulega, samt svolítið síðan ég sá þær. Náttúrulega svo sína kærustum þær, þú hefur ekki séð Indiana Jones. Nú, ok. Þú verður að sína þær. Já, ég þorið samt ekki af því að mér þykir svo vænt um þær, mér þykir svo vænt um Indiana Jones karakterinn, að ef að kærustum verður bara svona til þetta leðilegt.
hún geti alveg stungið mig. Já. Mér þætti það svo erfitt að hlusta á það. Já. Þannig ég er alveg bara svona, Ég skil þig. að ég held hún fíldi ekki. Hún er rosa lítið fyrir svona ævintýradót. Aha. Já, hún vil bara eitthvað zombie-drasl og sci-fi dót og eitthvað. Það er mál með þessa, hann er bara eitthvað kennari, en samt svo ógeðslega cool karakter, hann er ekki að kenna, sko. Það er bara ekki, hann er með, líka, Hattinn og með lef. svipu líka, Já, hann er ekki með, hann er með byssu, en hann er með svipu, það er eitthvað svo cool, svona wow. En ég Það verður gaman samt að sjá, þó ég sé ekki beint spennt yfir 50 myndinni og ég vil helst bara kvílda, eða bara jarða þetta er bara búið. Ég er samt alveg auðvitað í forvitin. Já. Það er Indiana Jones. Ég verð að sjá hana. Já, algjörlega. Ég vil sagða bara eins og með, Spielberg gerði fjórðu, ekki? Jú. Gerði hann fjórðu? Hann gerði fjórðu. Ok, já. Ég vissi það ekki, ég held að Hann gerði fjórðu. Ok. Hann er svona ekkert nefndi, maður sé það alveg. Já, og líka bara þetta var eitthvað, gameskip og ég er bara svona, eitthvað. Þetta var ekki náttúrulega spennandi. Nei, þótt að mjögast Shia LaBeouf, Shia LaBeouf, ég veit ekki alveg hvað að segja hann. Mér finnst hann að skemmtulega karakter, sonur hans, eitthvað svona dót. Líka fyrir leikari. Já, mjög góð leikari. Já. Hann bara svolítið svona, svolítið skemmtu bara frá barnæsku. Smá svona. Ég held bara fræðin og það hefði farið með hann. Já, ég sá mynd sem hann gerði að var einn af svona framleiðendum og okkur svona, hann og pappans, samband þeirra. Hvað hétt hún eftir? Var það ekki svona drama? Jú, eitthvað Bunny, ég man ekki. Nei, ég er eitthvað sem Peanut Butter Falcon. Hún er æðislega líka. Já, ég þarf að sjá hana, hún veist það heldur góð. Hún er mjög skemmtileg. Hún er falleg líka. Já. Strákur sem bara að vera wrestler og hann er svona einhver gæi sem er bara svona into the wild type gæi. Tekur hann svona undir sér. Hjálpar hann um eitthvað. Já, svona þeir eru bara að fara saman. Hann er að kenna svona lífslegsjur og eitthvað. Hann er svona... Það er að tjekka hann. Já, mjög falleg. Já, ég hef vel að sjá hann kannski taka við af kemprinu. Já, eða þú vilja það. Ef þú fengið Indie, eins og þú fá Indie 5 og það hefði verið bara Shia LaBeouf. Ég eftir að sjá 5 kannski. Ég ætla að sjá 5 og svo kannski sé Svo ætlar að segja mig hvort þú hefði viljað. Já. En myndin með hann og pappans, hann sýnur svolítið svona, hvað pappans svolítið svona stjórnaði og bara lét hann vinna fyrir sig. Er það? Já. Hann var bara barðastæðna og hann var bara settur í allt og pappa stók bara allt peningin. Ég held að það sé mjög algengt, sérstaklega með þessar barnastjörnur. Já, og líka bara þetta, líka bara eyðileggja, eins og Macaulay Culkin. Einmitt. Ég Ég sá hann kom til Joe Rogan. Hann við minnum alveg 2 tíma podcast á. Og maður var alveg bara svona, vá, hann er sérstakur. Já. Og líka Shia LaBeouf, ég veit ekki hvað að segja náma. Shia LaBeouf. LaBeouf. Nei, já, en hann er svolítið svona, ég held að sé smábára svolítið svona, líka fræðin, sem smábára svona skemmdi. Ég var ekki líka eitthvað daginn, var hann ekki eitthvað að berja fyrirhandi kærustunum sína og eitthvað, þetta var eitthvað svona, já. Það er líka hann tattóði allt chest á sig fyrir hann að Taxing Counter Tax Collector. Tax Collector. Var það ekki eitthvað rusl? Jú, það var einhver líka frægur leikari sem gerði svo mynd. Ég man ekki... Frá reistur, þetta var Ægir sem gerði það? Við var Ægir. David Ægir gerði það. Ok. En hún veist að vera eitthvað rusl, minnur að kíló var satt yfir það, hún sé bara hvað ekki drast. Já. Ég hef ekki ennþá séð hana út af því. Nei, ekki heldur. En mér finnst bara svo, það er, þegar hann tattoo allt chesta á sér, eða bringar hann á sér fyrir það atriði, eða fyrir... Gerða það í alvörunni? Já. Það er crazy. Og saman sem með Fury, hann er með svona eða svona með svona blóður alltaf hérna, hann skar sér sjálfur, sko. Hann er alveg þessi gæði, sko. Svolítið klikk. Smá. Smá. Ok, hvað er nummer, Indie var nummer 3, þegar? 3, já. Hvað er nummer 2 hér? Truman Show. Vá, já, ok, Truman Show. Kæst ég annars seti? Akkur aldrei hana sem pick nummer 2? Hún er bara svo, Jim Carrey er náttúrulega bara þekktur fyrir að vera grínleikari. Já. Og þarna fáið svo annar ljós á hann sem leikara. Þetta er náttúrulega auðvitað svona... Er þetta grímmynd? Nei. Ég er ekki... Bara strax, nei. Er þetta drammynd? Já. Myndur þú flokka þetta sem drammynd? Já, hún er auðvitað svona sumt að henni er svona fyndið. En hún er bara Ed Harris og hann bara stela sjóinu bara í myndinni, sko. Er þetta sorglega mynd? Já, hún endar ekki sorglega, hún endar alveg vel,
en hún sorgleg, veist, að taka, hvað hann var gamall, 20 og eitthvað ára gamall, 30 taka bara lífa hans í burtu og hann var að vita bara, veist, allt lygi. Þetta bara fake. Þetta bara allt fake. Þetta líka svo rugglu pæling og þetta heimspekileg pæling, sko, að við erum að lifa eins og Matrix, við erum að lifa í einhver svona stjórn, við erum að tala einhver stjórn okkur, við lifum í einhver svona stjórnverulega heimi sem einhver bara, veist, Trúir því? Nei, ég trúi ekki, en þetta samt rosalega svona heimspekileg pæling að það einhver að púsla saman öllu sem við erum að gera. Veist, það bara að það eitthvað svona æðra vald eða svona... Það sé eitthvað puppet master og við erum bara puppets. Já, veist, þetta svo ég trúi ekki persónulega á þetta, en þetta er svona rosalega svona heimspekileg áhugapæling. Mjög áhugapæling og þau líka svo gera þetta svo vel einhvern veginn. Í Trúmansjó. Já, þau bara ná svona að fanga hvað hann verður hræddur alltaf eitthvað svona og veist, hann fer hann á tíðnina hjá, veist, út hann hjá talstöðunum og hann svona átt að sjá öllu og hann líka svona, hann verður klárari og klárari, hann veit hvað hann að gera, hann skrýður í burtu eitthvað svona og felur sig það sem, veist, Svo góð mynd. Mjög, og bara, hvað heit hann, Peter Weir gerir þessu mynd. Og bara hvernig hann líka, veist, það eru myndaðalega allstar, veist, hvernig hann feikar það, hvernig, veist, hann að rífila á, þegar hann eitthvað að segja að hann fór inn í liftu og það var bara fyllt af fólki, eitthvað allt feik, segja við eins og hann eitthvað, nei, þú ert eitthvað rugglaður og eitthvað svona, veist, það bara svona lítil myndavel sem bara inn í, þú veist, vendingum sínu, og við bara fáum að sjá þetta þaðan, hann bara fylla bara á könnunar eitthvað, með þess að cool svona, veist, hvernig hún tekin upp líka, veist, við sjáum alltaf þegar hann eitthvað svona, veist, þegar hann horfður á hafið, við sjáum vegginn, veist, maður sem horfður bara, já, þetta veggur, en hann bara svo vanur sig, hann sér þetta ekki, og við sem aðdáðandir, eða áhorfandir, bara svona, gaur, halló, veist, allt lokað, eitthvað, þegar hann að fara út á bænu, það bara ekki, eitthvað, hasmetsút, eitthvað, og maður bara svona, hann áttast alltaf á þessi, mér finnst það gott aðrið líka þegar hann, hvað heitir hún, Laura, hún eitthvað svona, eitthvað new scissors, eitthvað svona, eitthvað auglýsa og hann og hann svona horfður á hann bara, who are you talking to? Og hann bara, veist, hvað er þetta að tala? Bara eitthvað, svo heldur hann áfram að gera eitthvað kókó og eitthvað svona dót, það alltaf bara auglýsingar hér, skilur við, hann bara, hættu þessu, hættu, eitthvað svona product placement. Já, og mér finnst það svo geggjumynd, hún líka svo, og líka, þú veist, þegar hann tekur, hann klessir á endan og að labba hana meðfram, og fallið tónlist, hann svo átt að sjá því bara, þetta ekkert, bara fake. Snertir vegginn, það bara svona rimla fyrir neðan sem vatni fyrir honni, og hann hann svona, svona cool að Ed Harris djöfullinn á himnum, hann svona, þú varst fæddur eitthvað, þú ert þessi gæi, þú ert Truman, af Truman Show, þú var svona, og hann bara svona horfir í kringu sig, bara já, ok, bara, hann langar bara til Fiji og bara svona að hugsa eitthvað með sér, og tekur hann in case I don't see ya, good morning, good evening, good night, og labba svo bara, sneiði sig og labbar út. Endar ekki myndi bara þar? Jú, hann bara, það bara svona svart, hann bara svona tröppur upp, bara svart rými, og hann bara segir þessi línu, og svo bara labbar hann út, bara sneiði sig, labbar út, og svo sjáum við bara kæruna konuna sem var svo hrifin af hlaupa út úr íbúinu sinni. Alveg rétt. Og allir svona byrja að fagna eitthvað fyrir honum, og svo hann kemur einn eitthvað, so, what's on TV, eitthvað svona. Já, einmitt, bara hvað getur horft á núna? Já, bara kannar flakka milli eitthvað. Mér finnst það svo cool að... Svo brilljant mynd. Já, mér finnst það svo cool, hvað hann kom, 98, en eitthvað. Ég held þessi 98. Já, 98. Já. Og hún langaði að gera, Peter, Weir, hún langaði að hafa myndavel í salnum, að þegar fólkinu horfa myndina, að einhvern þar í myndinni köttar yfir í myndavelina á, fólkinu. Nei, ég veist það ekki. Þannig að, ef þú ert í salnum og ert að horfa myndina, þá köttast yfir því þú ert bara eitthvað, wow, hvað er ég að gera þarna? Og var hann að pæla eitthvað svoleiðis? Já, ég held að það verið mjög öðvöld að gera í dag, og verið að gera svona pælingu í dag, en það verið mjög cool að hann geta gert það hana. Og það svona crazy hugmynd. Og það líka svo mikið svona, þá hefur við líka verið svo mikið partur af myndinni, eins og með Ferris Bueller, við hefum svo partur af sögunni og svona hvað hann að gera, og við hefum verið bara svona, og við erum bara einn slæm að horfa á Truman Show, skilur við. En svo er líka eitt í Truman Show sem áhugavert, af því hún svolítið undan sinni tíð. Ég held sér rétt sem þetta alveg fyrir allt þetta reality TV-dót. Keeping Up with the Kardashians og allt það dót, þar sem að fólk bara meðleiku kamerur, eða Osbournes eða eitthvað. Þar sem fólk með kamerur á sig bara alla daga. En Truman Show var svolítið undan sinni tíð með það. Og líka svona,
eins og Matrix, hún er með svona smá pælingar yfir svona, við erum í sýndarveruleika heimi og svona. Þetta er svolítið svona þetta er svona, ég ætla ekki að segja vandari, hún er bara svolítið svona öðruvísi svona undan henni með svona heimspeki pælingar. Hún laði þetta fullt af myndir sem er svona heimspeki pælingar, en mér þessi bara náði því svo vel. Þú veist, bara við erum bara að horfa á mann bara eitthvað gera eitthvað, hann bara lifa lífinu og það er bara eitthvað efni. Og við viljum líka finna að sjá það er svona einhver gæjar sem stökku út úr einhverju runnar eitthvað Truman og eitthvað svona eru svona stríkerar og það finna að sjá það í myndinni að þetta Truman er svo frægur já, það er bara hann eins og gömlu konur sitja henni í sófanum eiga bara allt Truman, bara með Truman bolla og með Truman kotta og svona og hann veit ekkert af þessu nei og þetta er svo frægur maður já, en hann veit ekkert að það sé svo frægur svo lappar hann út og ég er líka svona að hugsa bara, hvað gerir hann lappar út ég er svo ánægður við fáum ekki að sjá það já, það hefur verið umulagt líka hann kemur út, hann bara fara eitthvað panik eitthvað eitthvað svona ég begin að gera það já, ég líka og við fáum líka svo mikið bara svona hún enda líka svo veg, hún bara eitthvað so, what's on TV og bara svona húp og enda bara þannig það er ekkert flóknar, bara svona kannski 20 sekundum setna eftir á að hann er bara búin að heyja sig og lappa út við þurfum ekkert meira við vitum að hann komast í burtu perfect ender já, og ég bara, og hún kemst í annars þetta já hvaða mynd toppar hana? Hvað er nummer 1 hér? Tilbúin? Ocean's 11 Ocean's 11? Já, ok nei, mér finnst það góð mynd en ég veit ekki það, ég er pínu hissa Ocean's 11, Soderbergh myndin já, ég er mikil Soderbergh maður, sko ok, hann har alltaf gert helviti mikið af myndum já, og misgóðar já, og strippmyndir það er svona, það sem að fór smá niður gerðum hvað svo strippmyndir Magic Mike já, en Magic Mike er fín mynd já nei finnst það ekki góð? nei finnst það ekki góð? nei, finnst það góð? mér finnst fyrsta góð ég sá ekki 2, mér finnst fyrsta góð ok, ég veit ekki, ég bara svona mér fannst þetta Logan Lucky, mér finnst hún frábær ég sá hann ekki nei, hún er óskemmtileg fær svona að sjá Daniel Craig í svona öðru ljósi já, mitt, var þetta ekki eitthvað svona hæstmynd? jú, þetta er ógeðslega cool hæstmynd út af þetta er svona ég er ekki að spóla lennu, þetta er þeir eru að stela NASCAR peningur sem er í vending machine og eitthvað svona dóti og þetta er, það er bara túpur undir leikvagnum sem þetta fer allt í gegnum og þau eru basically bara svona ná í alla peningin og það er svona ógeðslega fyndin plott í gennum myndina þetta er svona góð mynd já, ég þarf að tjekka á henni Adam Driver leikur í henni og hann leikur, Adam Driver og Channing Tatum eru bræður já, alveg, þetta er Channing Tatum í henni og Adam Driver er svolítið svona þessi karakter, Channing Tatum er bara svona ok, dude, eitthvað svona hann gerði eitthvað myndin, hann var alltaf haltur eitthvað svona tótt, man ekki, það gerðist eitthvað myndin hjá honum það var ógæðlega svona þeir eru öll svo perfect saman og líka önnur stelpa sem er myndinni, hún er líka ógæðlega skemmtileg ég man ekki hvað hún heitir leikunum ok, við ætlum að tala um Ocean's 11 já, sorry, já ok, Ocean's 11 já af hverju í óskapunum er hún nummer 1 hér og ég er ekki að dæmi sem mynd, mér finnst þú flott mér bara, hún nummer 1 hér, það hlýtur á eitthvað svona persónuleg tenging við hana eitthvað minning bara, ég horfði á hana og ég var bara svona, ég horfði á hana og ég bara svona, þetta er mynd sem ég langar að gera og þetta er svona ástæðan okkur ég fór í kvikmyndaskólann og þetta er típisk mynd sem ég langar að gera og ég bara svona, þetta geggjum mig bara svona kemmistri mitt alla leikarana, þeir eru náttúrulega 11 og bara þeir ná allir klikka sér vel saman sérstaklega Brad Pitt og Clooney þetta Matt Damon, hann að Linus í myndinni hann á að leika eitthvað, hvað hann leika 17 árs pjaka eitthvað já, hann er svona hungur já, hann bara eitthvað og þetta, mamma og pappi voru eitthvað svona hæst svona, eða voru eitthvað svona eitthvað tengt þessum krimadóti og hann var þekktur fyrir það mjög klár svona thief pocketer og mjög góð leikari svona og hann hittir hann og gefur hann svona miða til Las Vegas hann bara, no, I can't go come on, your parents will be proud eitthvað svona, ná hann með no, I have to do homework og svona maður svona sér á bara, gaur, þú er svona 30 í þessari mynd, veist bara svona, hann er svo... Það hefði þú homework? Já, hann bara, veist, hann áver 17 ára í myndinni, sko. Hann áver með ungur. Frítur no, I can't go. Og það var eitthvað svona mynd, eitthvað, hann sagði eitthvað, dude, eitthvað, það sagði bara, þú lítur ekki út fyrir að vera 17, sko. En það eitt pínun, ég var að fatta það núna, að þið valdir Ocean's 11, er ekki rétt með mér, hún kemur út sama ára þú fæði. Það er ekki einhver tengi. Það er pínu skemmtilegt. Uppáhaldsmyndin er 2001.
En já, hún er líka bara svo skemmtileg, þú veist, Brad Pitt alltaf borðandi í öllu öðrum, þú veist, Clooney svalur. já, Clooney með svalur, hann Ocean Guy, þú veist, spyr hana þegar hann fer úr fangelsinu og hann spyr eitthvað, viltu fer aftur á sama stað, hann eitthvað, það hann bara eitthvað, spyr hann af hverju hann gerði þetta, hann bara, kona frá mér, ég bara vildi pening og var gráður og, þú veist, bara lígur að öllu, og mjög góður í líka. En hvað er að við þessa mynd? Af hverju er hún meiri uppáldið þar en til dæmis Last Crusade eða Dark Knight? Ég skemmt mér alltaf að horfa á hana. Þú veist, sömu myndir sem ég horfa á er bara svona, þeir fara niður, þú veist, svona, ég er bara svona, ok, svona. En þessi mynd er bara svona, þetta er svo góð mynd, ég fara alltaf eftir myndir, bara svona, alltaf sem gett svona, líka bara tónlistir myndir, svona jazz, eitthvað svona, og veist, bara svona high-paced, eitthvað svona, og hún er bara svo all-around skemmtileg. Hvað er framhaldsmyndirnar? Sko, meðan 12, hún fór svolítið svona, hún fór svo aðra leið heldur en númer 1, sko, eða 11. Meðan 13 skemmtileg, þá fóru ég hef svona hæst aftur um Al Pacino, alveg að gegja karakter í henni. Það var Andy Garcia með þeim í liðið, eða ekki? Var það ekki? Var ekki Andy Garcia með þeim í liðið? Svona... Eitthvað svona, og í enda myndar hennar, þá sem sagt hann Gusto í númer 12, þeir sjá hann fari burti, þeir skiptir grunuð eitthvað svona Andy Garcia, þeir skipti út hálsbununu og hann stelur í hann, þetta er fake eitthvað sem hann stal. En Pacino var aðal svona vondikallin í þriðið, ekki? Jú. En eins og Ocean's, hvað heitir hann? Ocean's 8? Ég veit það ekki, ég er svona, veist, ég sé hann einu sinni og ég alltaf að gera hæstmynd, gerir það bara, þú veist, einhverja hæstmynd. Var hún ekki eitthvað systir hans? Sandra Bullock og systir hans? Og þeir voru bara, Ruben kom aftur, hann gæði með stóru glerun, hann kom aftur. Einmitt. Og The Greaseman, hann kom líka tilbaka. Hann kemur ekki. Mér finnst að fyndi í myndinni, það væri mynd 200, en þegar líka í númer 1, hann alltaf talandi kínversku við og japansku. Og það er svo augljóst að flestan veit ekki hvað hann að segja. Brad Pitt er alltaf bara eitthvað, yeah, he said, eitthvað var hann svo alltaf til eitthvað. Mér finnst svo gott að bara hvernig, þú veist, þess að Don Cheadle, hann er ekki breti og hann er svo yktan breskan reym og þeir gera svo mikið grín að því í enda myndarinnar. Við segja bara, you have to calm down with the British accent, bara eitthvað svona, það er svo ógeðslega yktum. Hann er skemmtilegur. Já, mjög skemmtilegur. Og ég bara, þú veist, allir í myndinni fannst bara mjög skemmtilegir. Þeir þannig Casey Affleck og hinn Scott Caan. Já. Svona James Caan. Já. Þú svo það? Nei. Hann er svona líka pappa sinum. Þú segir það, já, það tekið eftir því. En ég veist, þeir líka skemmtilegir, þeir alltaf svona eitthvað, þú veist, alltaf eitthvað svona lemmingur stanna eitthvað svona. En svo, þú veist, bara við að horfa á þessa mynd, bara hæst svona mynd, það er bara ógeðslega skemmtileg, hvernig ég ná að plata Andy Garcia, því hann er alls ekkert heimskur, sko. Hann er mjög klár. Og og þeir alveg svona, þeir áttu fyrst að ræna 3 kasínóum, en út af því að þá rifið þau niður, þá þurftum að gera þetta og þá þurftu stærri pott, náttúrulega. Það áttu fyrst að vera bara svona grab, þú veist þetta, svissa út, en svo hitt ekki niður, þá þurftu bara að breyta öllu. Þá þurftu að fara dýfstóni, ná í allan peningin, endur gerðu, þú veist, herbyggið. Þetta var cool twist. Þetta er mjög cool twist. Og líka það að þeir voru SWAT-tímið, þeir voru sátu bara eitthvað inni, bara eitthvað byggðu eftir þeim, meðan þeir komið á hana. Einmitt. Það er eitthvað cool. Ég man þegar ég horfði aftur á Ocean's 11, ég sá hann nokkuð sem tíma, ég fór hann í bíó. Og svo alltaf kom Ocean's 12, Ocean's 13, og mér varst ekki eins góðar, mér varst 12 bara semi-leiðileg. Já, hún eða haldið bara svona hæstmynd, ekki eitthvað svona kapp, eitthvað svona, stela einhver gullnu eggi. Þetta verið bara eins og fyrsta myndin. Þeir hafa bara verið að stela, þú veist, farið til Frakklands og farið í það sem Mona Lisa stela einhver svoleiðis, það er alveg gaman, þú veist, eitthvað svona. Já, mér varst ekki ná þessum töfrum sem var í fyrstu myndinni. Alls ekki. Svo ég hataði. Ég ætlaði að segja, ég þoldi ekki, en ég breyti því hata. Þegar eitthvað Julia Roberts er að leika, eitthvað að sjálfa sig, eitthvað, þetta er fucking fáránlegt. Já, í 12. Í 12. 13 fannst mér alveg fín, mér fannst Ocean's 8, það var ekki mynd fyrir mig. Og líka, svo horfði ég aftur á 11, af því þær voru búin að lita hana aðeins fyrir mér. Svo horfði ég aftur á hana og ég bara, vá, þetta er alveg, svona betri mynd en með myndi. Og líka bara svona, þú veist, þetta er svona mynd sem var svona, eitthvað, no, that will not happen. Svo svona, cut er myndin, bara svona, hreinur húsið niður, eitthvað svona. Og það er bara svona, ok, plan C, bara eitthvað svona, var alltaf að færa sem plan, svo var það bara svona, ok,
veist, bara 500 viku eitthvað svona og þau bara breyta öllu eitthvað, fóru og brutist inn til að ná í svona, veist, einhvern reaktor sem myndi, veist, slökkva öllu rafmagni og það var svona cool, sko, þeir þurftu að breyta alls svona planinu og líka, þú veist, svo líka bara kastið í myndinu og svo skemmtilegt. Brjála kast. Já, og líka bara, þú veist, sama bara í, þú veist, líka Andy Garcia bara svo góður svona casino owner. Ég elska Andy Garcia. Já, ég líka, alveg aðeinslega leikari. Mér finnst það ógeðslega skemmtilega leikari. Og líka bara, svo einhvern veginn í myndinni, þú veist, bara, þú veist, hvernig líka Brad Pitt í myndinni, þú veist, hann alltaf étandi. Var það ekki eitthvað svona djók hjá þeim bara? Jú, ég held að. Soderbergh og eitthvað, eða Pitt, ég ætla alltaf að vera að borða það eitthvað. Nei, jú. Var þetta ekki eitthvað svoleiðis? Jú, það er líka það er líka eitt atriði í myndinni sem að hann með svona tattoo, svona eitthvað svona tribal tattoo hérna. Það er eitt atriði í myndinni sem hann heldur á, eða bara mistök, sko, heldur á svona cashew póka og var að borða og það er ekki tattoo. Ég tók eftir þess að ég var bara svona, Já, þetta er náðalveg að... Já, þetta var alveg svona, þetta var alveg svona yfir, þú veist, handabækja hans. Heitir hann ekki Rusty? Jú, Rusty, Danny, Linus, þeir voru hann 3 aðal. Já. Tess? Já, Tess, já. Það er Julia Roberts, ekki? Já, Julia Roberts, já. Ég er svolítið ósamlega með það, mér finnst svolítið skemmtilegt að þeir fóru þessu leið nr. 12. Fannst þetta skemmtilegt? Já, þetta var svona öðruvísi. Já, það er. Svo líka, mér finnst þetta verst að það var Bruce Willis var þarna. Hann var eitthvað svona, Julia, eitthvað. Og svo var hann eitthvað svona, but Julia is left-handed, eitthvað svona. Og svona, ok, já, alveg, svo eitthvað svona, reyndið eitthvað svona að skrifa eitthvað. Já, þér fannst það skemmtilegt? Já, þetta var svona öðruvísi. Og hún eitthvað svona með, púða, eitthvað inn á og þeir alltaf svona, have to go, og svona færa hann alltaf til. Mér fannst eitthvað svo kjánulegt. Já, þetta smá kjánulegt. Mér fannst svo gaman, þetta mjög kjánulegt. Þú ert bara Oceans fan. Já, ég er Oceans fan. Mér finnst bara svo gaman að fóru þessa leið, það er ekki allt sem þú voru að taka Nei, þeir mega það. Þeir tókuðu smá séns. Og þau líka, ég vissi þetta ekki fyrir bara daginn að hann er DOP af öllum myndunum. Soderbergh sjálfur? Já. Maður sér það alveg, þú veist, með hinum myndunum hans eins og Logan Lucky, maður svona horfur aftur og maður svona, já, ég veit, já, ég sé það núna. Já, hann tók það upp sjálfur. Já. Sem er ekki oft sem að, kannski Tarantino gera það, veist. Nei, hann gera ekki. Gera hann ekki? Nei. Ekki Reservoir og ekki Pulp? Nei. Ok. Ég held að lögreglan sé ekki DP þar. Ok. En já, það er með svona, neða, megar hann sens, hann leikið myndinni í Númer Reservoir Dogs. Ég held að hann tæki aldrei myndina sem sjálfur. Mögulega eitthvað með Death Proof. Já. Mögulega, en það var meira svona leikisar. Já, það var bara svona leikisar mynd, sko. Ok, Ocean's 11 var nummer 1 hjá þér. Já. Þetta er mynd sem ég get alltaf hort á. Já, en mér finnst bara geggja að hún sé nummer 1 hjá þér og bara, mér finnst ekki alltaf gaman, það sem ég elskar þessu top 10 þetta, að því ég veit ekki listan fyrirfram. Ástæður fyrir því ég vil ekki vita fyrirfram, er því ég vil vera, þegar ég er í þættum að taka upp með fólki, þá er ég alveg spenntur þeir sem er að hlusta og horfa á hana þá. Hvað er næst? Og eins og þú svona telja fulltaka myndum og ég svona tel mig, ok, ég veit hvernig myndir Alex fílar. Svo alltaf bara hvað, það er Ocean's 11. Ok, ég ekki giska á hana. Nei. En gaman. Ég veit líka svona, fyrst var það Truman Show. En svo bara svona, settist niður, ég var búin að sjá Ocean's margótt, ég elska þær, allar. Og ég bara svona, var svona, ég var útskrifaður úr Flensborg, maður vissi ekki hvað ég ætlaði að gera. Ætlaði bara svona í HÍ kvikmyndafræði, eitthvað svona, geðið bóklegt, svona. Já. Ég svona, ég fikk kannski það. Og ég bara horfði á myndina og ég hugsaði bara, þetta er mynd sem ég langar að gera. Ég var bara go for it. Og ég fór bara í kvikmyndaskólann, hætti þar, en ég þetta var myndið sem svona var senast skrifið. Og þetta senast skrifið var svo mikilvægt í mínu lífi einhvern veginn. Og hún er svolítið svona nálægt mér, svona... Hún skiptiði miklu máli. Hún skiptiði miklu máli, sko. Og hún er líka bara skemmtileg, skilur. Hún er bara, þú horfir á hana, hún er bara... hún leiðist aldrei að horfa á hana. Hún er mjög skemmtileg. Og það er líka með, eins og hinnar, mér finnst hinnar alltaf aðeinslegar, ég horft á alltaf. En þessi mynd er bara svona, hún er miklu með svona hjá mér, einhvern veginn. Og þess vegna sem ég elska hana bara, ég get horft á hana aftur og aftur. Er það mynd sem horfir bara regla? Er þetta einu svona ára mynd? Jafnvel tvisvar. Jafnvel kannski einu sinni í mánuði. Það? Já. Hvað heldur þess að sjá hana oft? Ef þú þurftir að giska. 20.000. Svona, nei, vá. 10.000. Hvað? Já, 10.000, segi það. Ég meina, þú ert 21. Já, ég segi 10.000. 10.000. Það er svona nokkuð gott. Já. Ég bara, hún er bara svo... Ég get ekki svona, það er svo erft að lýsinni út, hún er svo öðruvísinni hinn á myndinar, en hún er bara svo,
Casino, eitthvað svona, þú veist, Elvis Presley lög undir, svona hratt jazz, og það er eitthvað bara svona, Það er ákveðið vibe í henni. að mjög, já, eitthvað ákveðið vibe sem var svona greip mig strax, bara að byrja myndin, hann kemur svo fangir sem sést niður hana, bara óslega svalur gæi, George Clooney, svo kemur Brad Pitt inn í spilið, allir þessi gæja Bernie Mac, blessu minni hans, veist, allir þessi saman, bara gera eitthvað svona ensemble cast sem er bara svo geggjað. Og það er svo gott chemistry. Já, það var Ruben og síðan hinn gamli kallinn, sem hann var að borða, hann er á hesta sínu, hestareisinu, og var að borða eitthvað appelsínur, og hann I'm too old, svo bara svona, svo hann tapar hann, og bara svona, ok, I'm in, bara ógeðslega pirraður eitthvað svona, og vill bara vera með, við nenni ekki að vera gamall lengur. Ég þarf að fara að taka þér, já það er allar á Blu-ray. Keyptu Já. svona box set, Já, ok, allar ósins-myndirnar. gaman. Það er að reyða það aftur upp. Herru, förum að slúta þessu, Já, Alex, þetta er búið að vera hreiklega skemmtilegt og eins og alltaf með þess að topp 10 þætti, ég hef persónulega mjög gaman að þeim, af því mér er svo gaman að, ok, hvað fílar fólk? já, Þú komst mér á óvart með nokkrum svona picks annað hjá þér, sérstaklega Ocean's 11. En ef við ekki bara fara að kýla á þetta Subway TikTok-vídeó? jú, ekki. Herru, bara takk fyrir að koma, Alex. Já, takk fyrir mig.